Viljið þið taka intro við það? Og það ég að pælja að hafa bara, ég bara að pælja að droppa þessum þætti. Já. Það þarf engar auglýsingar, það þarf engan inngang. Tristu ykkur í það? Já, hann var með einhverja pælingu held ég. Binni, bara þú ert on the spot. Okay, You're listening to Snorri Björnsson Podcast Show. Heitir þetta það ekki, já? Ég bara búið, þú ætlaði bara að segja hvað þú ert að hlusta á. Já, það var eiginlega bara þetta sem ég tek við þaðan. Clubbed Up, verið velkomnir í þáttinn. Takk hérlega fyrir. Takk hérlega fyrir það. Aron og Brynjar, hérna. Já, eru þið ekkert með þið eru ekki með artistanöfn fyrir, þú veist, innan Clubbed Up? Jú. Ertu með það? Ég er með artistanöfn innan Clubbed Up. Og það er King President. Ég sé þetta ekki staðar áður. Á Instagraminu mínu. Já, kannski, getur. Já, ég er ekki. Þú er bara Aron. Aron er ennþá að vega með það. Já, ég er ennþá að leita. Það er alltaf. Ég er með eitt uppáldi á Aron og það er Room Ronnie. R-O-O-M? Nei, Vroom Vroom. Já, Vroom Vroom. Eins og bíll sem segir Vroom Vroom. Ekki herbergi. En ég hérna lendi náttúrulega heita Aron, skilur. Eins og Aron Már Ólafsson og Aron Kahn og fleiri góður, skilur. Já, meinar. Þannig ég ætti að bara fara og breyta nafni eða eitthvað. Eða þú veist, kannski bara finna eitthvað stage name. Já, ég er ennþá að leita mér að einhverju millinafni sem að mér langar að vera með. Ég er alltaf bara í þitt guðskefna nafn. Já, bara í mitt nafn, já. Bara breyta nafninu þínu. Já. Brynjar Þór Borgarsson. Ég var ekki beint eitthvað að hugsa kannski eitthvað Þór en eitthvað bara, gætur Þór en ég held að það væri samt eitthvað einhvern veginn. Brynjar Már? Nei eitthvað aðeins svona skrýtnara. Þú lítur að meina til þau? Nei. Brynjar Haki? Nei, ég var eins og með til þau Cage sem að Birnir held mikið upp á alla kallum við þá Brynjar Cage. Brynjar Diesel? Diesel, það geti Diesel, er hann ekki ekki það? Já. Hann segist hafa verið kallað það er bara rugl. En hann hefur aldrei verið kallað það. Jú, þegar ég var snóður en það var fyrir löngu síðan, það var bara þú veist, í lók 10. bekkar eitthvað. Síðan ógst það nafn af þér með þegar hárið sikkaði. Já, en ég held í svona reglulega á lífi, sérstaklega maður sér eitthvað festmynd eða eitthvað. Herðu, þið takk fyrir merchið, strákar. Það ég fekk spólu og ból fyrir þá sem eru bara að hlusta og peysu sem ég nefndir ekki í. Þið eru að gefa út bíómynd. Mikið rétt. Jú. Ég er svo ánægð með það er eins og það er umræddur hraði í þessari senu og fólk þú veist að gefur út eitthvað massíft albúm og síðan fylgir það með annari plötu og hvað sem það er. Þið gáfuð út og ætlaði að fylgja eftir með heimildamynd. Já. Satt. Já, þú veist. Ég man þegar Aron var að pitcha saman þegar við byrjum að gera þetta og svona pældi maður ekki það mikið út í það, við bara fengum þessu hugmynd og var geggjað en svo var bara fyrir stutt og að maður var svona eitthvað wow, við erum bara að fara eftir viku er ég bara að fara að horfa á þessa mynd í bíósal fulla eitthvað fólki sem ég er að fara að bjóða og það var svona fattaði maður að það var að fara að gerast ég veit það ekki. Já, málið er þetta sumar endurspeglast rosalega mikið að því að það voru allir að horfa á Avicii myndina. Já, True Stories. Já, og þar var bara myndatökumaður sem að fylgdi honum í 10 ára eða eitthvað. Já. Og það var svona ágætt tempo á bara öllu dótun okkar, við bara gáum út síðan áður en vissum voru bara farin að spila út allan bæ 2, 3, 4 sinni í viku. Þannig að Bergþór Másson, umbóðsmaðurinn okkar, stakk í rauninu bara upp á því að fá vignitaða í teimið með okkur og bara prófa að vera með einhvern myndatökumann sem að monitoraði allt sem að gerist í kringum sjó og ferðir út á land og við bara tókum meira og minna upp 3 mánuði sem að er bara svona stórið í þessari mynd, sko. Já. Það var samt undirleikjandi í Avicii myndinni var hans svona þunglindi, svolítið. Eru að fara að sjá eitthvað svoleiðis teika á þessu? Nei, það held ekki. Nei, þetta er meira að geta kopið það. Nei, alls ekki. Þetta er bara held í good vibe. Ég er að vísa ekki búin að sjá hana. Ég er heldur ekki búin að sjá hana í fullri lengd, sko, sem er bara jákvætt, sko. Ég held það. Út af því að, sko, þetta er
þetta er striktli mynd okkur Brynjar. Já, það er sem ég segja, það er sem ég var að reyna að segja á hann. Þetta er svona, ef þetta er að fara að feila, ef þetta verður bara ömlu mynd eitthvað, sem þetta verður ekki, ég hef engar ágræði, þetta verður bara skemmtileg mynd, en við erum svolítið sticking our necks á þetta, en hérna, þetta er bara mynd, svo gaman samt. þetta er bara heimildarmynd okkur Brynjar. Var það ekkert fyndið koncept? Jú, það er bara mjög fyndið. Þið voru ekkert á þeim stað fyrir einu ári að það var að koma heimildamynd út það sem þið hafi gert á árinu? Nei, alls ekki. Þegar þú segir þetta svona er þetta mjög skemmtilegt sko. Ég var bara að bíða eftir að fá bara greiðslu frá skattinum. Ég var svo blankur og ég er ekki að segja ég sé ríkur eða eitthvað núna. Ég bara, þú veist, fyrir akkurat árið þá var ég bara að gera það. Já, maður er alltaf að svona horfa hvað framtíðin ber í skauti sér og svona vonaði besta. En sjá fyrir sér eftir ár það verður gerð heimildamynd eitthvað sem að ég vitnaði á hann í kvótaði Hot Rod. Já. Og þú spottaði þann reffa. Þetta er finnasta mynd. Ég hef aldrei séð neina mynd svona oft. Nei. Í alvörunni? Já, þetta er bara uppáhaldsmyndi mín. Þú manst kannski að hann sýnir heimildamynd sig í þessari mynd. Það er svona prómómyndband á einhver svona stönd. Já, það sem hann er stönd á, hann er bara búin að bjóða öllum í hérna bíósal og hann sýnir þessa mynd þarna. What? Nei, býttu bíósalur, var þetta ekki bara eitthvað heima hjá? Nei, þetta var alveg bíósalur. Ég man ekki eftir þessu. Ok, það er alltaf atrið í þessari mynd, það sem að Hot Rod, Andy Sandberg leikur aðalgaurinn sem er eitthvað svona stöndgaur og hann sýnir heimildamynd sjálfan sig og honum bregður svo þegar allir fara bara að hlæja ekki mikið og hann stendur upp og segir "Why are you laughing?" alveg drilltur. Er það að fara að lenda í ykkur svoleiðis með þetta? Ég er búin að hugsa stundum þetta atrið sko. Þetta er alltaf uppáhalds gafmyndi mín sko. Ég er bara að horfa á þessa mynd, ég er ekki með tölu á því sko. Bara Hot Rod, ég hef hort á þessa mynd ótalsinnum. Já, þú varst að kvota whip atrið. Where do you get off? Where do you get off? Okay, the safe word will be whiskey. Whiskey, you're saying it weird. Saying what weird? Já, þetta er æðislega bíómynd. Mæli með Hot Rod. En þegar ég hugsa clubbed up heimildamynd, þá hugsa ég ég mun lappa inn í þetta bíó og ég mun hugsa að ég sé að fara að hlæja. Já, einmitt. Sorry ef þið ætluðu síðan að vera bara eitthvað emotional í myndinni og gefa innsýn inn í. Ég mynd sko Ég vona bara að þú hlægir, ég bara vona að þú skemmtir vel. Já, bara og skemmtir vel, það er eina, ég er ekkert að... Ég held að þetta verið fyndið líka, sko. Já, bara... Þú veist, þegar Brynja fór í, lítið að gera á nefinu og eitthvað svona. Herru, hvað var það? Getum við byrjaði að tekla það málefni bara? Er það viðkvæmt? Nei, það er ekkert viðkvæmt. Ég fór í lítið að gera, það er fakt. Það er ekki margir sem að hafa gert það. Það hljóma svo big. Já, einmitt, þetta hljóma mjög big og samt að segja, ég held að það myndi vera aðeins meira big, meira mál, veist hvað við. Þetta eftir viku var ég bara búin að taka með plásturinn og ég var ekkert meira að pæla í þessu, veistu hvað við? Þetta tekur því samt alveg ára að gróa, Já, það tekur ára fyrir bólgun alltaf að fara, sko, maður er alveg smá svona aumur og eitthvað. Ertu ennþá eða? Ef ég íti fast eitthvað Hvað varst að gera? Ég let bara, skafa þess aðeins basically. Nefinu? Já, ég man það fór nefnilega mikið fyrir þessari aðgerð á samfélagsmiðlum. Þú varst í bara hjólastól og eitthvað. Já, true, ég tók sko gig, voru að spila okkur bussaballi Vestló eða eitthvað. Já, kvöldið. Sama kvöld og ég á að vera í bara recovery. Já. Skilur, ég talaði við... Sama dag og þú varst í aðgerð. Sama dag og ég var í aðgerð, skilur. Þannig að ég fer bara beint heim, hann sagði bara, ég átti bara að leggjast á kottan og halla hausnum svona þannig að blóðið myndi vera sem minnst trouble fyrir mig eða sem minnst vandræði fyrir mig en málið var að við vorum með þetta stóra gig kvöldið í Hörpu eða ekki? Í Hörpunni og bara það var engin önnur leið fyrir mig en að taka það gig og það var ekkert að reyla sér dagsinningu neitt eða neitt það bara þurfti að gerast og ég var svona búin að vera mjög kvíðinn heil lengi fyrir þessu út að ég held að þetta myndi vera bara svo sásökufullt, eða ég vissi ekkert þannig að ég þekkti eitthvað sem hefði farið í svona aðgerð þannig, ég vissi ekkert nákvæmlega hvernig ástandi ég var að fara að vera í eftir að búið svæfa mig og hvað, þetta var svona smá óvissa í kringum þann dag, en ég var alveg svona smá kvíðin fyrir þessu en maður kláraði þetta bara af einhvern Ég held að hann myndi aldrei, þegar við vorum að bóka þetta gig, skilur og Brynja var búin að segja að halda í lindu frá okkur nema Begga, umbóðsmanni
að hann væri að fara í nefagerð þangar til að voru svona 3 vikur í það bara búa bókugur á Vestló busaballi þá var ég bara, þú er ekki sjens að þú getur farið í nefaðgerð fengi morfín í æð fara heim og lagt í 2 klukkutíma og mæta síðan bara og spila fyrir fram á 1000 krakkar skiljur það er bara ekki að fara að gerast sko. Fyrstu morfín í æð það? Ég veit ekki, já, eða, veist, ég veit ekki, ég var bara svæður, skilur ég veit ekki. Varst alveg eðlilegur á ballinu þá? Eða, veist, ég fekk morfín þegar ég vaknaði, skilur Sem á sama dag og balli var? Já. Hvernig var performanceið þitt þarna? Bara fínt, veist, það var alveg leiðalega smá tími, skilur Okay. Þetta var daginn þessi aðgerð Náður að leggja þig? Ég náði að fara heim og chilla og eyða öllum klippunum sem við vorum búin að taka upp þennan dag út að ég var svona less stiktur á því þegar ég kom heim og ég hugsaði bara, já, þá stutt sér ég bakkaði þetta upp og ég eitt þessu bara og hann eitti mikilvægast að deginum þannig séð ég eitti öllum sem voru búin að taka upp frá deginum, fattar þú? Bara því ég kom heim, bara fyrir aðgerðina og allt annir út að ég veit að ég klúðra þessu ég bara eitti það vart Þetta efni úr myndinni? Já, sem við vorum búin að taka upp þennan dag sem við ætluðum annars að hafa í myndinni Þú fórst bara heim og eitti því? Já, en ég fór svona heim að því ég var búin að kvöldi áður búin að sitja allt inn á flakkara ég skil og ég var bara búið til pláss, ég hugsaði bara já, gaur, það er gott að vera með myndalega reddi fyrir kvöldi út að við vorum að fara að taka upp á ballinu hann og þá bara óvart Varstu ekki búin að bakka upp? Já, bara kvöldi áður, ég fatt ekki náttúrulega, ég var búin að taka upp fullt saman dag en ég var á þessum tíma, ég var alveg rugglað þegar ég kom heim, skil, ég var bara nýbúin í aðgerðinni, bara búin að vakna, bara var svona medicated og var bara hérna í ykkur ástandi en eittir svo, það var smá klúður en síðan var þetta samt hérna, ágætt, við mætum hann upp í Hörpu og náðum alveg til yfir að góða sjói, fengum Aron Móla til að dröslast með mig var hann haldandi á þér? Já, gaur, hann er náttúrulega kraftur í honum sko, Það er það, ég held að sé bara hann þarf ekki að hreyfa sér restina af lífinu og hann mun samt hafa styrk til þess að halda á annari veikburða mannesku sko. Já, satt segir sko, það er bara kraftur í honum sko, það þungti honum pundi sko og hann er að dröslast með hann í hjólastólum og það var bara næs þetta gekk bara vel Ég sá náttúrulega myndir að það sko þú veist, í hjólastól og með alls konar umbúðir yfir andlitinu og frekar bólgin náttúrulega síðan hitti ég ykkur hérna fyrir utan þegar voru að keyra niður Vastíðinni og Húrra og þau eitthvað, Snorri, ég eitthvað, herru, Brynjar eitthvað, hvað er að gerast með hérna andlitaður og þú sagðir eitthvað að ég hélt á sagðir nose jump Já en ég held að einhver hafi bara púlað eitthvað trikk á að sko negli andlitaður og þú kallaði það nose jump og þú lappaði bara burtu bara, hvað Nei, við náðum einhvern veginn að leira þetta þegar eitthvað nose job og ég eitthvað, já En þá lappaði það samt í burtu bara eitthvað Já, mér fannst það eðlilega skrýtnum Mér fannst eðlilega að hefði eitthvað kýlt í andlitið Já, satt Nose jump Þetta kom mörgum óvart Það var alveg rétt Þú sér ekkert eftir þessu? Nei, alls ekki, mér finnst það bara manni vel spennt sko. Það er vissulega ekkert eitthvað það eru margar nefaðgerðir sem eru töluvert umfangsmeiri sko. heldur en það sem hann þurft að gera fyrir mig skilur, þú getur þurft að færa í allar áttir og brjóta upp og menn hafa alveg verið hellaðari á því eftir svona aðgerð, skilur lengri bataferli og okkar skilur út að bara búið að gera meira þannig að en þetta var svona bara aðgerð og hún gekk vel sko, bara næs sko. Sér hvað er gott að heyra maður. Já. Kostaði slatta, kostaði halva mil. Í alvörunni? Já. Ha? Já. Sjá vinniðinir mun á þeirra? Já, eða þú veist. Já. Aron? Já, þá eftir að koma meira ljós þegar hann segir bara eftir ár þá verður niður hans orðið eins og... Þetta er ennþá bara in progress. Já, svona aðgerð tekur ár sko, þú ert svo bólginn í kringum nefið í alveg nokkra mánuði eftir þetta sko og þannig er alveg að ég býð bara spenntur harkast á því sko algjörlega en þannig að þú verður í rauninni betri með deginn já það er alveg kallin er bara eldast vel herðu, segjum við hans frá því út af ástæðan fyrir þú veist, það er ákveðin húmor yfir Clubbed Up út af því að þið náttúrulega þetta er ekki það fyrsta sem þið gerir saman þið gerðu 12.0 sketsa saman sem voru náttúrulega með mjög miklu grín í vafi og vissulega góðum söng líka Hvað er það, sama stelpa sem að þetta byrjar? Þannig séð já Nei, fyrir ekki, það líka
Vestlósjór og eða þú veist, sama stelpa var fyrsta lagi sem við gáum út saman sko. Já, hann síðan gáði út með hinum strákunum og Pétri Kirnan og öllu, ég bara gleyma aðeins meina bara vinir og hendur upp og ekki segja neinum. Já, þá var það áður en að þið byrjið saman í nefnd á síðustu. Nei, ég var með Agli og Nökkva áttustrákunum ári á undan. Það var bara ég sko, nei. Síðan fór ég og Bergþór í formanninn og tókum Brynjarinn og síðan byrjaði þetta bara í þessari nefnd, ekkert endilega bara eitthvað saman stelpa þó það vissulega það er svona fyrsta kannski lagi sem við erum tveir saman á einhvern veginn en það var bara svo margt gott sem að ég vil ekki gera lítið úr hana í 12-0. Þú varst líka orðin svona alveg netgrínari á þessum tíma, ég man til dæmis eftir á Twitter. Já, það er alveg rétt. Það var kannski líka ástæðan fyrir að þið vissu svona af mér þegar ég mæti til ykkar í viðtal, þið vissu alveg að ég var alltaf að reyna að vera með eitthvað grín á netinu og það er alveg rétt, ég var mjög virkur á Twitter á tímabili. En þú varst alveg með þú varst með held ég 1000 follower eða eitthvað og það var huge þá. Það var huge. Já, það er satt, þegar ég var með á einhvern tímabúti flesta followera bara sem ég vissum, ég var bara eitthvað ég var að lifa finnast þið gæði heimi bara þessu Twitter líf. Já, mér fannst þetta ógeðslega fyndið, þetta var bara ég held að ég hef með þess að vera bara útskrifaður úr Vestló þá og þú varst bara eitthvað grínast með Kristínu eða Helga á bókasafninu Já, maður var alltaf með eitthvað fínt grínan á Twitter sko. Síðan lestu þið hverfa? Já, það er alveg rétt ég fekk mig full satan á Twitter to be honest. Mér fannst sko þegar ég byrja á Twitter þá var einhvern veginn þá snerist þetta allt góða grínið og síðan kom bara eitthvað turning point og voru allir bara að reyna að vera eitthvað óvinnir hana og ég fekk bara svolítið svona nóg af þessu með ég hugsaði bara akkur ætti ég að vera eitthvað að halda upp ykkur gríni hérna, það er engin í neinu grínstuð en ég held að þetta sé búið að breytast aðeins aftur sko, þetta sé orðið núna mikið grín á Twitter, maður sér ofta eitthvað fyndin tweet og eitthvað en ekki það að ég nenni eitthvað að byrja aftur, mér fannst það bara Ég klæðir ekkert í fingurna? Ekki neitt sko og oft í skoðan niður er ég bara skil mig vel á að hætt sko þetta var gott tímabil en ég læt að döfa þar sko ég nenni ekki að byrja aftur á Twitter. En voru ekki alveg, það var alveg eitthvað langað að búa til fyndið efni og bara svona þetta svona Vestló production dæmi sem að er náttúrulega bara viðlóðandi við skólan. Já. Bara nemendafélag starfsemin. Við hefðum aldrei í rauninni við erum með góðar hugmyndir sko en við hefðum aldrei náða að framkvæma þetta ef þetta ekki verið fyrir Ágúst Eli ofur, þú veist direktor og framleiðanda sko. Já, algjör snillingur. En það var svo geggjað að fá hann inn í þetta sem var svona, hann var yngri en við og bara var tilbúin að vinna og bara taka þátt í þessu öllu skilru og við vorum bara að dæla inn einhverjum funky hugmyndum Vestlósjór, Bachelorette og þessi lög og eitthvað þannig að hefði ekki verið fyrir hann þá þetta verið bara eins og hver önnur þú veist, eitthvað svona mentaskóla dót sko. Já, það var svona ákveðið production quality í huge production value sko. Að vera með Ágúst bara geggja sko, það er bara svo gott að vinna með hann. Og hvað, þið síðan útskrifist og tekur bara við ykkur tilvistakrappa? Það var náttúrulega báðir reknir úr Vestló sko. Ég ætla ekki að ljú upp á útskrift hjá okkur. Þið fóru hinalegin út? Jep. Yes. Hvað, viljum við rekja þá sögu eða? Já. Horfið á hvernig annan? Já, eða þú veist, ég geti hort á myndina bara það er sagt í myndina en þetta var bara, þú veist þetta 12-0 dæmi í Vestló þú veist, maður hélt alltaf að maður væri bara einhver algjör kall, einhver algjör dude skilur sem var labbað bara ganga Vestlunarskólans bara sveiflandunum sko og það fór bara út í einhverju öfga, fór út í það að við vorum að drekka í skólanum og mættum aldrei inn á tíma og ég skil alveg núna af hverju maður var rekinn sko. Ég held líka svindla á einhverju prófum og eitthvað. Ég held líka að þetta var það eina sem við pældum í, það fekk einhvern veginn allt bara að sitja á hakanum bara út af við vorum bara, þú veist, það var líka bara pressa að koma með gott efni, við skoði. Allavega að við heldum skilur. Já, að við heldum og samt að er líka fólk er ekki alltaf að gera sér grein fyrir hvaða er mikið vesen að taka svona þátt upp, við skoði. Og rendera. Já, og rendera, ég meina, þetta er svo mikil vinna, kannski bara taka upp eitt skets eitthvað, maður það bara
eða nokkru dögum í að redda öllu svo það maður að fara að taka upp og þetta er heilmikil vinna sko. En ef maður setur sig ekki í þá stöðu að líða eins og allir sé að bíða eftir þessu og allir sé spenntir fyrir þessu, þá verður ekki til sko. Nei, Ég held að þetta attitude sem við erum að tala með bara að maður hélt að maður væri aðal kallinn og allt það, en ástæðan fyrir að maður hélt að var ástæðan fyrir því að 12-0 blóaði svona upp og mennlega alltaf meir og metnaði í þetta sko. Það er alveg trú, það var alveg verið að hækka standardin hana eitthvað Hvað, þið gerir þá sama stelpa og það er síðan að síðasta sem að Við gerum sko, við byrjum á að gefa út sama stelpa og fyrsta þáttinn okkar og Verslo Shore sem var svona, þú veist ætlum að gera eitthvað svona víkin dæmi taka það upp á nýtt sko og það bara, þú veist, þetta er bara með fyrsta þáttunum með 100.000 spilunni eitthvað á YouTube Já, þú veist, þetta er bara eitthvað svona bull skiluru og Verslo Shore er líka held ég bara með 70.000 eða eitthvað og náðu síðan bara ekki að halda ykkur inn í skólanum til þess að klára það Þetta var eins og fyndið sko stjórnin, eða þú veist, skólastjórnin í Verslo var bara þú veist, þetta heitir ekki, 12-0 er ekki á vegum Verslunarskóla Já, þið byrja að sinni kringlubíói Já, þið megið ekkert gera þetta sko en við bara, þú veist, jú, við gerum þetta bara þetta var bara þannig attitút, við ætlum að gera þetta Við ætlum með þess að alltaf sækjum engalegu bara á nafninu 12-0 sem að engin skólastjóri gerði síðan sko Já, sem að hann gerði Núna bara, ef þú ferður RSK og gerir bara 12-0 Já eða bara eitthvað Ingi Ólafsson eða Þorkell Diego eða eitthvað sko. Til þess að beat you to it Til þess að við mættum bara ekki vera með neitt bara eins og húkbólinir eða eitthvað skilur það bara mægum við ekki nota 12-0 sko. Við vorum bara í stríði ég held að það kostaði alveg eitthvað að sækja með þetta engalegu Já, þú veist, var það ekki það sem stoppa okkur Við gerðum það heldur ekki, við bara skýrðum þáttin eitthvað annað sko. Pósterandi fyrir þátt 2 voru bara Tommy 0 Já, hér bara á ensku bara 12-0-0 Já, eitthvað 0-0-12 Það var bara út af við máttum ekki nota þetta var bara skrásett vörumerki 12-0 bara fyrir Vestló skilur Við vorum bara þarna á nýbú að reka Aron, Begga og eitthvað fyrir að vera bara okkur fyllir í þarna í nefndakjallaranum og bara svona skilja hann eftir sem í rústi og taka sér hann Hummer limo upp á flugvöll til að fara í einhverja svaka ferð og Þú verður ímyndað geðrófi sem er eiga sér stað Já, það er fínt að horfa á þetta svona in retrospect sko. Einhverju Hummer limo svaka Allir bera ofan sko. Allir bera ofan og svo mæta þær heim og það bara þeir eru reknir og þá vorum við fyrstulega, við þurfum bara að fara rogue, skilur Nei, sko, við vorum reknir í 4 daga eða eitthvað en það var bara eitthvað svona félagslífsbann þú máttir ekki taka þátt í nefndum og eitthvað svona dót þú máttir ekki mæta á böll og máttir ekki taka þátt í neinu nefndum eða taka þátt í vælinu eða eitthvað, skilur Þarna var svona bakslæði bara eitthvað, ég verðum ekki lengur í 12-0, skilur Bara svona rýtingur í ego það fá ekki að vera í vælinu og öllu þessu En við hættum ekki Þetta ekki en það leiti það bara til þess að við vorum bara reknir bara properly, bara ekki lengur nefnendur og síðan voru við reknir bara endanlega sko, fyrir svindl okkar öglun Við ætlum að skrifa Hollywood mynd eftir 5 ár Þið ætlaði ekki að gera meiri tónlist þið ætlaði að gera fleiri bíómyndir Ég veit ekki Allavega það er ein bíómynd á dagskrá allavega Var ekkert vesen að, þú veist horfast í augu við það að droppa út úr skóla og það veit þetta er alveg fyndi núna sko, en svona, var þetta ekki alveg dark times erfiðasta bara í lífinu sko. Þetta var helvitis tímabil sko maður var í þetta var mjög mikið þunglindi Já, þetta er svarti tímar sko. Já, þetta er svarti tímar ég maður bara, þú veist og þetta var allt sem maður átti, þetta var bara Versló 12-0, maður var bara maðurinn skiluru Já. Þú veist, að maður hélt skiluru og líka bara, þú veist óvissan skiluru áður en að foreldrarnir eru búin að vita skiluru, ég vissi þetta löngu áður en að foreldrar mínu vissi þetta að segja foreldrum hann sem maður hafi verið rekinn úr menntaskóla þegar það er sko 4 mánuður eftir sko, ég átti svo stutt eftir það er bara bro, maður búin svona að vera á okkur grænni greinu okkar en síðan, þú veist líka maður bara upp í rúmi 16 tíma á dag bara horfa okkur á þætti og sofna og veistu hvað við þetta maður var bara Ég held að ég horfði á allar seríurnar á Entourage 8 seríur á, þú veist, 1 viku eitthvað þetta var bara, þú veist, þannig maður var bara Voruð þið ekkert eitthvað stick together þeir sem voru látnið fara? Jú, vorum að hitta stundum bara eitthvað, reyna að hugsa hvernig var best að spila okkur, þetta er svo, við vissum ekkert alveg hvert það var að fara að þróa, sko, það voru bara mörgur sem langaði bara að kæra okkur, sko veistu hvað við, bara margir kennarnir voru bara brjálaðir, sko, þú getur ímyndað ykkur,
við vorum inn á tölvupóstunum hjá þeim og bara kannski að skoða, þú veist, Já, við vorum bara að leita af bara hvar þessi próf, skilur þú veist, við vorum með aðgang að og þá var maður að sjá bara, þú veist, kannski ykkur tölvupósta bara frá okkur samnefndum, maður segja, veistu hvað við, þetta var bara svona þetta var svona breach, þetta var já, það voru margir hana bara brjálaðir, sko. Já, Og það var svona, þetta var bara svona gett erfið tímabil, skilur, það maður bara var með símann hliðin á rúminu og maður bara starf út í loftu og maður beið bara eftir maður myndi fá bara the call, skilur. Og svo ringi síminn og þú sér bara að Vestló ringi og bara ok, skilur, ferð upp í skóla og þú lappar hann inn og það er bara eins og FBI Most Wanted, við sko við, þú bara þið líður bara eins og glæpamanni, skilur, sem að þú veist, kannski ekkert eitthvað inaccurate eða, þú veist, ónákvæmt en maður lifir og lærir, skilur með ég held að þetta sé samt, þetta mikilvægasta lífsreynsla sem að við höfum held í báðið fengið, sko. Ég held að pælið þau bara lappa út á Vestló og bara ennþá haldið að maður æfir ekki, þú veist. Já, meina bara að fá þetta slap. Já, ég held að það sé bara besta sem að hefur komið fyrir mig in the long run núna, sko. Já, eftir og ekki á myndi ég ekkert gera neitt að rauðs, ég meina maður reif sér bara í gang og kláraði stúdendan réttum tíma og Já, það eru útskrifaðir. Já. Þú hélst áfram í námið, eða ekki? Jú, ára líka, ég fór beint í háskóla, sko. Báðir í háskóla, sko. Okay. Ég held líka, að þetta hafi spilað eitthvað inn í, þetta hefur svo mikil áhrif, skilur, á mann, skilur, þetta er bara svona, þú veist, þetta er svona moment eitthvað sem maður gleymir ekkert á fljótlega, sko. Og þetta var spark í rassinn, skilur, auðvitað bara drífa sig í háskóla, maður bara, ok, maður dreif sig bara í MK, maður bara kláraði þetta háskóla, maður er ennþá bara, með eitthvað rassafar á bossanum, sko, eða eitthvað fótafar, eitthvað stígvila far á bossanum, bara rífðu í gang. Já. Og hvað verður til þess að, var sér bara eitthvað þörf til þess að búa til eitthvað svona svipuð Vestló nemendafélags pæling? Þetta var eiginlega svolítið, við fórum eiginlega í sitt hver áttuna, ég og Brynjar, sko. Við töluðum ekkert saman. Já, voru þið bara félagar út frá nefndastarfið? Við náðum rosalega vel saman út af því að við erum þannig sé líkir gaurar, sko. En svo fer bara svo mikið grændmót eftir að við erum reknir allavega svo, þetta er eftir móralinn, skilur það bara, við erum allir bara að plana, ég er að hugsa bara sitt, verið að fara að láta mig flytja aftur til Noregs, skilur, ég að fara út til mömmu og pappa bara eitthvað, Já, þú bjóst eitt með eitthvað bílskúr Jú, einmitt, ég hef alltaf bara búið í bílskúrnum, sko, sem er rosalegur, það er góð stað alltaf að vera á, en já, ég bjóst við að ég verið bara frá að vera sendur aftur með næstu flugvél til Noregs, sko, en sendur úr landi? Já, en svo fer maður bara, Aron fer bara fullu að klára. Ég fór í FG, tókst hvað marga áfanga? 8 áfanga í fjarnámi, bara einaðun? Já, einaðun. Og ég fer í MK, skilur, og maður bara svona, er bara ykkur grændir, skilur, í 1,5 ár, þá getur maður bara komin í háskóla, maður bara búin að standa sig vel í háskóla, ég er að klára núna, skilur. Já. Og þá voru bara eitthvað, þá byrjaði Aron í háskóla, skilur, eftir að hann flutti út, Ég þetta fekk flug í hausinn og flutti með kærastunum minni til Englands. Ætlaði að vera kýrófraktor. Já, það er náttúrulega mjög fyndið núna. Það er mjög fyndið núna, sko. En þegar Aron kemur heim aftur í HR og við erum saman í HR og við erum að hittast oft og eitthvað, þá bara svona, þá fór eitthvað í gang. Já, kom nýr eldur bara eftir að ég... Já, og við vorum bara svona bara hættir að pæla, við vorum bara svona hættir, þetta var svona behind us, við skoðum við. Bara, og erum ekkert að pæla þessu, við hlæðum bara þessi dag, skilur, bara, við höldum áfram, náttúrulega. Já, ég hugsa aldrei þetta, sko. Sorry að ég sé að rifið upp. Nei, það er bara geggjað, sko. Já, bara. Hversu klikkað er að þú ætlaði bara að vera kýrópraktor? Svona eftir á ekki? Ég veit ekki. En þú veist, það sem að mér fannst svo gott við það er að ég gerði eitthvað. Þú veist, ég fór bara að vinna þarna eftir Vestló og ég bara svona ákvað að ég ætlaði að fara og flytja út til Englands og fara að læra kýrópraktor, skilur. Og ég lærði viðskiptafræði í Vestló, ég var ekki með neina náttúrufræði áfanga. Gerði bara eitthvað hefi góða umsókn í einhvern læknaskóla sem einhver 6 ára kláraði eitthvað. Á Suður Englandi, kostar fullt af pening. Tók kærastuna með mér út. Hún fór að læra þarna líka. Já, þú bara proper fluttir. Ég flutti út í íbúð og ætlaði bara að búa þarna næstu 6 ár. Og það var kannski líka þannig sem endurspeglaði að vera komið nóga Íslandi út af bara, þú veist, ég veit ekki, þetta var bara tilvistakreppa, skilur. Hvernig var að finna fyrir tilfinningunni læðast að sér að langaði ekki að vera kýró? Já. Shit maður. Ég vissi það ekki strax, sko. Ég var í 2 mánuði, fannst þetta bara hefði næst eitthvað og síðan bara, það var eiginlega eins og einn morgunin hafi ég bara vaknað og verið bara ángríns bara hvað í bokkanum er ég að gera hérna. Ég á ekki heima hérna, ég langar eiginlega bara
þú veist, þetta var ekki heimþrá mér skeðveikt að búa þarna sko bara horfa á fótbolta og drekka bjór og Nikja. já, En við samt einhvern from day one höfum alltaf verið í einhverju sambandi og höfum alltaf talað við höfum alltaf sem við kynntumst bara verið að ræða hvað bara næst hvenær ætla að fara að gera eitthvað já, bara búa til eitthvað þátt það er alltaf einhverju hugmyndir að fljúa á milli okkar bara eitthvað þáttur, eitthvað þetta og svo bara, höfum við gert tónlist saman áður já. og En varst að fara þá svolítið gegn því, vissur það alveg, þegar þú varst að skráða í kýrópraktorinn að þú værir ekki að fara að gera eitthvað stöf með Brynjari? Já, eða þú veist, frá því að ég var lítill krakki, þú veist, ég var alltaf látin syngja í skólanum svona einsöngva og eitthvað svona, ég hef alltaf verið athyglisjúkur, verið nemendaráðum og verið í félagslífi og eitthvað. Frá því ég var lítill þá hefum bara langað að vera, eða þú veist, tjá mig eitthvað, skilurðu, gera eitthvað. Og síðan fór ég bara að hugsa framtíðina bara eitthvað, ég verð bara kýra og það verð bara fínt, skilurðu, en síðan hugsaði ég bara, ég nenni ekki að vakna á hverjum degi fyrir að vinna með einhverju veiku fólki og gera það bara þangað til degi eitthvað, skilurðu. Mér langaði bara í einhvern meira spennandi lífstíl, skilurðu. Já, þú ert líka svolítið búin að útiloka margt annað ef þú ákveður að mennta þig sem kýrópraktor. Bæði hvað var það bara peningarnir sem að kostar tíminn sem fer í það og þú veist, það er ekkert beint svona opin vegur fyrir kýrópraktorinn. Það er bara sem ég að fara að vera kýrópraktor. En eins og núna er ég í skóla, skilurðu. Og ég veit að mér langar að gera þetta að eilífu, ekki að gera tónlist eða að gera myndir, bara að gera einhverja hluti, skilurðu. Fíblast þannig séð, skilurðu. Þetta er allt bara eitt stort gaman, skilurðu. En samt er ég að læra út af því að mér langar bara að hafa einhvern púða á bakvið þetta, skilurðu. Og Brynjar að læra hugbúnaða verkfræði, þú veist. Persónulega myndi ég aldrei geta séð á einhverju skrifstofu verið eitthvað með einhverju lyklaborð eitthvað að forrita, skilurðu. Nei, ángurins. En þú ert... Ég held að það sé bara, þú veist, það er bara fínt að klára það sem maður byrjar á, við sko við. Já. Mér finnst ég bara bæna á að vera komin allt og langt til að, Var annars búin að stökka út, eða? Nei, ég fíl það bara, mér finnst það bara mjög næs nám. Algjörlega. En ég bara segja, það er bara svo gott fyrir sállífið að, þú veist, klára það sem maður byrjar á, við sko við. Ekkert endilega, eins og ég hætti kíró, skilurðu. Það er aðeins annað, við erum í Bormóð í 6 ár eitthvað. Ég fíla hugbúnaðarfræðina, sko, mér finnst það skemmtilegt, sko. Pínu erfitt núna náttúrulega að maður er bara, úst, með einbindingun á svo mörgum öðrum stöðum, skilja, eins og þessi mynd og maður er alltaf að gera eitthvað tónlist og bara svona, getur verið svolítið krefjandi, sko. En fyrir mér að bara, úst, það er ekkert annað í búið en að bara klára þetta. Og hvað, linkið þið sem bara saman og bara ákveðið að gera loksins eitthvað eða? Já, ég sem sagt stjúpbróðir kæristu minnar, Bjarki, er annar meðlumur Ratio. Herru, þeir fara huldu höfði, þeir drengir? Já, þeir eru, sko, þegar það kemur að Clubbed Up, þá er þetta bara 40% ég og Brynjar eða eitthvað, 10% Beggi, eða bara, ok, 40% Beggi, 20% við og 40% Ratio, sko, eða þú veist. Það er total 100%. Já, ég kann það, þú veist, ég er í viðskiptafræði og eitthvað. En ég sem sagt er í matabóði út af því að Lára kærasta mín er stjúp systir Bjarka og hann er nýbyrjar að vinna með Guðrúnu þarna, GTRN Ratio, voru bara saman í MR eitthvað og voru bara að gera eitthvað tónlist og bara cool, skilur, einhver nýju uppfinnandi stelpa sína mér einhver lög og hann svona veit að ég hef viljað gera tónlist, skilur, hann býður mér í stúdíó til þeirra, ég tek upp eina sem ég vil fyrir 1 ári og 4 mánuðum með eitthvað. Er það svona gamalt lag? Eldgamalt lag. Það meira sér geti verið sko, það er 2017 lag sko, það er 2019 núna sko. En þá hljómaði það allt öðruvísi sko. Það var bara R&B-ish. Síðan sýndi ég Brynjar það og ég var svo fucking stoltur með þetta og hann bara, ég fíli þetta ekki. Nei. Inn í skúr hjá mér, það var fyrsta session okkar sko, hann bara, ég fíli þetta ekki, þetta er eitthvað svo fake, skilur. Hann við fórum í stúdíói sama dag og ég hitt hann í fyrstskipti og hann hittir Bjarka og Tate í Ratio í fyrstskipti, tekur hann litli homie upp, tekur 18 mínúna útgáfu af því endalust, bara litli homie minn, bara endalust, bara mismunandi týpur, skilur og þá einhvern veginn byrjuðu við út frá 18 mínúna útgáfunni. Já, að þú veist, þá bara svona, ok, Brynjar er komin í þetta með allt öðru í þessu orku, ég ætlaði bara að vera einhver, þú veist, einhver svona R&B-ish gaur, bara að gera einhver svoleiðis tónlist, skilur. Það kom bara 2 kraftar og mættist eitthvað R&B-ish og bara eitthvað frá Brynjari, þú veist, sem að blandaðist bara saman, skilur. En þið voruð alveg bara með stefna að setja á tónlist? Þá já.
Og núna, já, Já, þú veist, bara, við erum tónlistamenn. Já, algjörlega, þú veist, við erum alltaf að pæla tónlist, við erum alltaf bara að reyna að vera betri að gera tónlist, við erum bara tónlistamenn en það þýðir ekki að það loki endla á eitthvað annað sem okkur hefur langað að gera. Þekkið eitthvað marga, eru margir í kringu út af þeir eru alveg í framtakasömmum svona vinnahóp og þú veist, margir af þessum, það voru fleiri sem voru eins og þið, bara þú veist, að gera stöffi í menntaskóla og svona láta fyrir sig fara og voru með húmor og gáttu, þú veist, það er talent bara fyrir fram á myndavélina. Eru margir sem eru bara svona, þú veist, ekki margir sem eru sitjandi á einhverju. Svona inn í skápnum. Já, bara svona, þú veist, ef einhver, kannski mæti eitthvað partí og sína beat sem þið byggu til eða eitthvað, en þú eru ekki að fara neitt lengra með það eða? Það er alltaf ykkur, sko. Ég bara verða að segja, ég veit ekki um neitt sko. Það er bara, þú varst að tala manni hvort það var Ísland í dag, er bara að þú veist, að verða ekki sá gæi sem að var með eitthvað svona. Já, akkurat, þú veist. Ég hefði getað gert eitthvað sko. Já, en það var líka bara planið með plötun okkar, þú veist, þetta var bara, við tökum það líka fram í myndinni að hérna, þú veist, 24. mæ þá tökum við upp Clubbed Up, 16. júni kemur platan út sko, og það fara 10 dagar ég kominu bara inn á Spotify sko. Þannig að við tókum bara upp Clubbed Up, ég ger eitthvað artwork kvöldið áður en við setjum þetta inn bara á einhverju síðu á netinu, skýrðum hana Juice Menu, skýrðum okkur Clubbed Up og gáum þetta bara út, skilur út af því að við vildum ekki vera gaurni sem að hefðum bara, þú veist, eftir 10 ár bara eitthvað, þegar kemur einhverju Young Cats með einhverju geggjað tónlist, bara eitthvað ég var með 7 lög, ég hafði alveg getað gefið út 2018, skilur, ég gerði það bara ekki og síðan setti ég bara mynd á Instagram, hann setti mynd á Instagram og bara hlustu ef einhver finnst þetta skemmtilegt. Þetta var ekki setja þetta í story, allir setja þetta í story og það var kannski bara orkan sem að fólki þurfti sko. Akkur alltaf þetta var blóðið svona? Akkur var fólk svona, veistu, var það Clubbed Up sem leiddi plötuna? Clubbed Up, lagið. lagið. Já, lagið. Já. Við erum lánsamið fyrir það sko. Já, það er með 1,1 milljón spilanir á Spotify? Já, það setti tónin, vissilega. Þú veist, við ætlum bara að hafa, við vorum bara með 6 lög og síðan bara viku áður en við ætlum að gefa út, þá gerðum við Clubbed Up, sko. Já. Og, þú veist, hefðu við ekki gert það, þá væru við bara ekki... Ég held bara, það var bara eitthvað ploss fyrir Clubbed Up, skilur, það var bara eitthvað svona, þú veist, það var búið mikið eitthvað svona svolítið kannski alvarleiki, skilur, í öllum svona lögum, skilur, og fólk var kannski bara til í bara þú veist, eitthvað einfalt, eða svo skoði, bara eitthvað skemmtilegt eða málum okkur, þú veist, við kannski erum í stúdíónu í heilt kvöld og við erum að reyna að gera eitthvað svo flókið veist skoði, þú veist, það er flókið að gera einfalt lag, veist skoði og það er einfalt að gera eitthvað svaka flókið lag, veist skoði, það bara, mesta snildin er að fatta einhvern veginn að hafa þetta bara nóg einfalt, veist, það er mesta kunstin átt fyrir okkur. Við liggjum oft í stúdíónu í 6 klukkutíma og það endar á því að hvorugur okkar syngur eitt orð. Við setjum bara hérna í sófa bara við verðum að gera eitthvað good shit, skilur við verðum að gera eitthvað gott. En síðan þegar maður fær bara einhverja flugu í hausinn, heyrir eitthvað beat og bara ok, þetta tengi við, skilur við það sem ég gerði í gæri eða eitthvað. Einmitt, og því einfaldar einhvern veginn, því betra. Við sko við, en já. Ef maður ætlar að fara að rembast þá kemur ekki neitt sko. Eru þið að reyna eins og þið getið að búa til eitthvað stöf núna? Þú veist, það er alveg já, við erum alveg að hittast eitthvað sko, það er svo mikið að gera okkur bara, þú veist, ef ég tala fyrir mig persónulega, þú veist, það er bara svo mikið að gera í skólanum sko. Það er þetta er svona mjög þunga önn fyrir mútið, ég er að vinna að loka verkefnum mitt núna og Er það ritgeðið það? Nei, það er bara eitthvað tengt hugbúnaði sko. Já, hvað þú útskýrði? Hvað er það að gera? Við erum að fara að gera vefsíðu í grunninn fyrir Matís. Við erum að fara í samstarfi við þá. Matís? Já, það er fyrirtæki. Já. En ég held að standi ekki fyrir þetta, ég held að það heitir bara Matís sko. En þú veist líka bara eins og tala þessi mikið að gera, þá er oft erfitt að fá motivation er ekki erfitt að fá motivation, það er bara erfitt að ratio séu klárir, þeir 2 báðir í skóla líka og ég og Brynjar sem klárir, við báðir skiluru. Já, þessi laus tími fyrir ykkur. Já, 4 gaurar skiluru. Allir í háskóla, allir að gera eitthvað, alltaf að gigga kannski 2 í viku skiluru og þá förum við eiginlega ekki í stúdíóið. Já, urðu þið bara strax heitasta bandi til þess að bóka á böll? Við erum rosa þakkláttir fyrir Birni og
Huginn og Karin og Jóa fyrir að leiða okkur að spila Solstice viku eftir að gáum út sko. Já, var það stökkpallurinn eða? Ég held sveimir þá að það hafi verið málið Þú sko. veist, það En var samt þú veist, tónlistin er góð og þess vegna er þetta gott Já, skilur. ég fann samt alveg, þú veist, þegar þau báð okkur það var engin sjokkar, sko Nei, það var alveg, það var ekki eins og þau var að eitthvað í gera loftinu það var ekki eins og þau var að gera okkur greiða skilur. Nei, það var annað ekki eftirspurn. þannig sko. Nei, þetta var ekkert eitthvað charity eitthvað annir, menn þetta var alveg huge wave sem maður var alveg að finna fyrir, sko Hvernig er upplifunin svona ykkar megin þegar þetta kemur út? Þú veist, finnstu þið strax fyrir því að fólk að byrja að spila þetta eða þurftu þetta eitthvað svona push? Ég var bara í flugi til Chicago þegar platinn kom inn á Spotify Já, ég var líka bara gista okkur hóteli þar og ég var bara einmitt í ykkur vinnutörn líka Já, og síðan bara eiginlega svona vinna svo, áður en vinna maður svo. vissi af kannski eftir svona 3 vikur þá var maður bara eitthvað ok, skilur það er, þú veist fólk er actually að hlusta á þetta er bara númer 1 á Íslandi Voruð þið bara mjög tilbúnir í að mæta á böll og byrja bara að spila? Já, það er bara that's what it's all about sko. Þú veist, það bara eina að hafa fengið að spila á böllum þegar maður var í Vestló eitthvað svona 12.0 mæta 8 gaurar eitthvað að syngja ykkur lög og bara alltaf gaman skilur að spila live er ástæðan fyrir að ég held að við gerum þetta sko það er líka bara allt svo gaman sama hvað eru margir, það er alltaf gaman Var ekki heimildamindir svolítið til út frá því þessum böllum öllum? jú eða ekki, þú veist ég held að það kannski sparka þessu, við vorum oft að fara á eitthvað svo stóra viðburði, mikið af fólki spenna í loftinu og þá tölum við oft bara, það var ekki gett að vera bara með eitthvað til að taka þetta upp Já. Kemur þar Vignir inn? og þar kemur Vignir inn og er bara að mæta með okkur á viðburði og er bara að taka viðtölu kannski við fólk sem er á staðnum eitthvað sem er í bransanum og bara svona sína hvernig þetta showbiz er all about Já, fólki í bransanum fyrir förum orðum ykkur Páll Óskar var með hérna í þettinum og það er bara létu vel af Clubbed Up Já, hann er kókurinn Voruð þið ekki líka í sánkra mynda ykkur saman? Við höfum held ég einu svona tvisar spilað, þú veist, á undan honum þegar hann er að fara að taka klukkutíma palla sjó bara á einhverju menntaskólavalli Ég dyrka Páll Óskar, ég er svo mikill fan af Páll Óskar, hann er huge inspo algjört inspo sko og þú veist að líta tilbaka eitthvað svona lög sem að var að gera 99 á ensku bara eitthvað hate me like my father did og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona lög maður er bara gæja maður með svo mikið bara hann kemur úr framtíðinni bara að henda eitthvað svoleiðis út samkynniður á Íslandi eða bara þetta er geðveikt skilur hann er bara alveg með þetta frá toppið til táar það er ekki þetta að argjá við það Hvernig pælið þessu gagvart því að vera veist, sjáu þið fyrir ykkur mögulega að fara inn á svona menntabrautina eitthvað meira og fara burt frá tónlistinni er það ekki svolítið erfitt að gera það núna þeir eru búin að grafa svolítið í eitthvað bara einn feril að þessu gæðarnir í Clubbed Up sko ég átta mikið á því hversu all-in þið eru með tónlistaferilin við erum alveg investið í þessu við erum bara að fara sjá hversu langt við komum við erum ekkert á bremsin en ég held að sé bara fínt ég er að klára þetta nám kannski er það ekkert fyrir í framtíðinni sem að ég mun kannski fara í masterin eða fara eitthvað lengra með það en það er fínt að búa að þessu skilur þú veist þetta sakar ekki skilur klára háskólan bara bara klára maður býr að því en eins og investa sig bara að opna einhverjar leiðir bara með því að gefa tónlist við erum að gera einhver YouTube-myndbönd sem eru algjört trash núna Herru, ætlaði að útskýra það eitthvað? Vonandi verða þau góð einn dag þetta þarf að byrja einhvers stað Þið hættuð samt bara strax bara skólinn byrjar og eitthvað skólinn byrja og myndin byrjaði líka þú veist myndin byrjaði ok, það er þetta rétt, þið er að vinna í vídeo og líka tölva mín er bara eiginlega sem ég orðin of hægt til að ég geti verið að klippa þetta þetta er bara tækni þetta er tæknin sko þegar ég kom með nýja tölvu þá er þetta alltaf auðvöldar fyrir mig að klippa þetta en okkur Aroni, okkur langar bara að fá Vigni með okkur í að pródúsera við erum bara með svona eins og settið þitt einmitt, við vorum ekki eitthvað podcast, vera við bara að gera eitthvað eins og bara 70 mínútur við mættum inn bara og vorum bara ok, þetta er næst setup en fá bara Vigni til að pródúsera þetta með okkur og þannig núna er handlað með spúin að gera þessa bíómynd, þessa kvikmynd
og hefur tíma, en okkur fannst bara að við vorum ekki að ná að halda production value-unu alveg nóg hátt uppi. Já, þeir voru að taka eitthvað tasting þarna svo um daginn. Já, svo gaman, ég meina við dýrkum allt svona rugl sko, við okkur langar að gera eitthvað meira, eitthvað YouTube rugl eða eitthvað, en fá vignu með okkur í það. Hvað liggja trendin svona í einhverju content creationi í dag? Þú veist, mér veist, comedians eru alltaf að færa sig einhvern veginn saman og búa til alls konar svona þætti og er það að horfa á okkur svoleiðis? Ég er að horfa á allt bara, ég veit ekki, ég held að ég er mögulega enginn á Íslandi sem horfir mikið og ég er nánast sko. Hefur þú hort á Something's Burning? Nei. Shit. Nei, við eigum með henni. Já, það er alveg fullt sem ég eftir að horfa á sko. Það sem ég segja, maður hefur alltaf eitthvað að hlaka til en það er langur listi samt af hlutur sem ég er að reyna. Já, mér finnst þess að fólk sem byrja að dæla meira en á YouTube núna sko. Já. Ég er ekki að fylgjast með Netflix, ég er bara ekki hort á neitt á Netflix sko. Ég horf á Netflix, ég er að horfa á Vikings núna og ég er alltaf með eitthvað í gangi í sjórbunni sko, bara hungriðs alltaf sko. En hvað leiðir grínist það? Eitthvað að koma saman og gera einhverju þætti? Nei, mér finnst bara eins og það sem þið eru að tala með að vera með eitthvað setup og búa til eitthvað stöf. Mér finnst, þú veist, eins og með 70 mínútur út að nefndi það. Þeir þurftu sjónvarpstöð til þess að publisa stöfið sitt og þeir þurftu að vera bara YouTube er klálega málið YouTube er geggjað vattvakur sem er eiginlega furðulegt að það sé ekki búið að einoka á Íslandi, skilur. Hvað meinar? Að það sé ekki einhver gaur sem er ógeðslega fræg YouTube-stjarna á Íslandi. Skilur hvað við? Já, ég held að sé út að það er þú veist, eins og það sem gerði Snapchat og síðan kjölfæri Instagram Stories svona vinsælt er út að þú þarft ekkert production á þessu. Þú bara heldur inni og sleppir og bara publish. En ef þú hefur hort á myndunum okkar, það er ekkert production á baku það, þetta er bara maður þarf að klippa. Já, en vissulega er lágur þröskuldur inn á channelið ykkar. og platan líka, þú veist, það eru bara 3 lög sem eru mixuð á plötunni. Já, meinar. Þú veist, þau eru öll masteruð og það var bara Arnar sem sagði bara, þú veist, ég vil ekki að vini mínir gefa út lélega tónlist. Hann er komið til mín, ég skal mixa þetta og mastera eitthvað af þessu. Út af því að ég vil ekki að, þú veist, hann sagði bara við mig einhvern tímann, þú ert ekki að fara að gefa þetta út án þess að þetta sé eitthvað komið að þessu með svona engineering dæmi. Pælti því hvað eru margir betrir yfir því hvað þröskuldurinn orðin lár inn á þetta núna. Já. Þú veist, bara Spotify pælingin öll sömul og bara þú ert basically að mic og þá getur þú komið einhverjum á Spotify. Náttúrulega gamla dag var bara heilmikið mál að fá að komast í stúdíu og taka eitthvað, þú sko við, í dag þá er bara með allir taka þátt einhvern veginn. Já, algjörlega og við bara hvetjum alltaf til þess að gera það sko. Já, auðvitað, þannig að það bara vera. Hvar eru þið að taka upp? Við tökum yfirleitt upp í herberginu og Tate. Já, það er ekkert með eitthvað massíft. Þetta er ekki hljóðklefi og einhverja svona mixara græjur og eitthvað dót sko. Þetta er bara einn mic og einhver laptop bara. Já, shit. Þetta er það þægilegt maður. Og líka sko að geta gert þetta og bara gefið þetta út, þetta springur og þeir eru bara að vinna við þetta restina af eitthvað, ævinni. Kannski, en það var alltaf mjög fínt að komast aðeins frá flugvellinum sko. Já, varst með reynslusögur þar áðan? Já, einmitt. Þú varst bara í Harkinu? Já, þetta var náttúrulega bara erfitt eins og töluðum eitthvað aðeins en að keyra til Keflavíkur klukkan 3 nóttina og vera mættur til vinnu klukkan 4 og vinna til 4 skilur 12 tíma vakt og þá þegar ég er búinn að vinna þá er 12 tímar ég að vera mættur aftur upp á flugvöll. Maður er klukkutíma næstu því að keyra aðra leiðina þannig að maður var bara að leggjast á kottanum leið og maður kom heim ef maður ætlaði að fá 10 tíma svefn sem að gerðist Varst að fá 10 tíma svefn? Nei, ef ég ætlaði að fá 10 tíma svefn þá þurfti ég bara að keyra heim sem ég sleppi að fá mér að borða og bara leggjast á kottanum og fara að sofa, skilur. Hvernig var það fyrir bara félagslega faktorinn? Bara mjög fínt út að ég svaf ekki. Hann var bara, við vorum stundum bara að spila böllum að þú spila á einhverjum eventum og hann fór sem bara eftir það að vinna. Ertu bara nýhættur á flugvellinum? Nei, ég hætti bara í kjölfara þessari plötu sko. Já, þú hefur svona mánuð eða eitthvað? Já, bara, nei, Aron, sé alltaf mánuð. Nei, eftir að við gáum út. Já, eftir að við gáum út. Þá varstu búin að vinna í mánuð. Já, eftir að við gáum út og svo vann ég einhver mánuð eitthvað. Til svo að reyna það vannst í 2 mánuð. Já. En þetta er meira að segja, getur ímyndar, við erum bara, ég er að klára kannski langa vakt á flugvelli og svo bara strákandi bara, þú ert að koma upp í stúdíó, skilur, þú ert bara að gera þetta og maður er bara að mæta upp í stúdíó, svo bara hangað tím saman, gera bara vökunni.
Já, bara vökun, skilur, svo bara aftur upp á flugvöld, skilur, maður mæti bara okkur, búin að fá sér bara, 10 nokkuð og maður bara, svitnandi einhvern kvöldum svita bara á flugvöldum í 12 tíma, sko, bara, já, þetta var bara allt og mikið, sko. Var þetta ekki smá stemming? Svona að horfa aftur á þetta? Jú, auðvitað, maður man alltaf bara eftir þessu góða líka, það stendur alltaf upp úr, en erfitt bara, skilur, að vera alltaf þarna á flugvöldi. Já, og eru núna ennþá bara böllin að hrynja yfir ykkur, eða? Já, við erum alltaf ekki að spila, sko. Já, eða þú veist, já, bara eins og gengur og gerist, sko. Já. En er það ekki rétt skilja hjá mér að þessi mynd sé smá svona, út af því voru bókaður á svo ógeðslega mörg böll? Já, þannig kom hugmyndin, sko. Já. Þegar að það komið, þú veist, 12 busa, ballsbókanir, bara basically allir skólar á höfbruksvæðinu sem að bókuðu okkur á busaballi sitt, skilur þá kom bara pælingi, á hverju tökum ég vera myndaðil og sjá hvað gerist, skilur og það leiddi bara til þess að við gerðum þessa kvikmynd sem að varð síðan meiri bara heimildamynd, það sem að ég bara talaði við bara foreldra mína, mömmans Brynjars. Já, þetta er bara heimildamynd. Þetta er bara mamma og pappi í sófanum bara eitthvað, hann fættist hérna 16. janúar þegar Súðavíkurflóði var, eitthvað, þú veist. Hvernig eru þau búin að vera að taka í allt þetta ferli, foreldrarnir? Þurftu þau svolítið að koma út úr skápnum með þetta? Nei maður, ég einmitt sko... Þau viss alveg að sonur sinn var... Já, þegar ég flutti heim með Láru frá Bournemouth, þá var ég 86 kíló feitur, búin að drekka bjór og horfa á enska boltan í 3 mánuði, skilurðu. Náttúrulega að rífum í gang, fór upp til Jónasóla og pappa, bróður minn Jónasóli, sagði bara, mér langar að gera tónlist, mér langar að vera popstjarna. Út af því að ég þekki Flóna, ég þekki Frikka Roberts. Ég vissi að hann var að gera tónlist, ég vissi að hann var geggjuð og ég hugsaði bara, út af því þú veist, ég þekki hann. Ég hugsaði bara, ef Frikki getur gert þetta og gert þetta vel, þá hlýt ég að geta gert það líka. Og mér langaði svo mikið að gera það. Þannig að það var eiginlega ástæðan, þú veist, þeir tók alltaf vel í þetta, sko. Og mamma líka, þú veist, þeim er alveg sama, sko. Já, ég veit ekki, ég held að mamma og pabbi voru ekkert alveg að skilja þetta einhvern veginn. Ég var alltaf eitthvað eins og draugur heima náttúrulega, það var bara draugagangur heima á mér, skiljum, að það var svo mikið þreyta í gangi, ég var bara, þú veist, en ég var alltaf að segja mig, þú veist, já, þau eru upp í stúdíu og þau, hvað komst ekki að borða, hvað svona þreyttur hérna, ertu ekki að fara að vinna eftir hvað, klukkutíma, eða, þú veist, 3 tíma, jú, skilur, og ég alveg, já, ég var upp í stúdíu og bara, hvað meinar, skilur, hvað, þú veist, þú bara að vinna og sofa, eða, þú veist, hvað meinar, ég held þau voru bara svona, þau fattu þess ekkert, þöttu ekki alveg að þetta væri eitthvað meira en bara eitthvað fíblagangur, skilur, að vera alltaf upp í stúdíu, skilur, ég held að þau voru ekkert, Búin að heyra einu sem er vel í útvarpinu eða eitthvað? Nei, ég held að þau voru sein á vagnin, sko, en eru alveg búin að fatta núna bara, þetta er bara að vinna mín, skilur, þetta er bara það sem ég geri. Mega alveg sens fyrir þeim að bara, þessi stúdíugangur á þér var bara að skila milljónspilana lægi og útvarpsspilunum og... Já, ég held að þau eru að fatta núna, þú veist, mammin og pappi eru náttúrulega alveg 60, sko, ég er lang yngstur, systir mín er 18 ára eldri en ég og bróður mín er 14 ára eldri en ég, skilur, ég er svona lang yngstur, þannig að þau svona eru ekkit, mammin og pappi eru ekkit mikið að fylgjast með senunni eða einhvern veginn þannig, skilur, en þau eru alveg búin að fatta núna út af kannski eitthvað fólk sem kannski vinnur með þeim eitthvað sem hefur kannski byggja já, svonin, hann er, veistu hvað við, þannig að þau eru alveg búin að þau eru svona alveg búin að fatta en svona umfangi af þessu einhvern veginn og það er alveg já, þetta er meira en bara eitthvað fíblagangur, skilur, bara vinnan okkar, já, þetta er bara það sem við gerum, skilur, ég þarf ekki lengur að afsaka með eitthvað mömmu, ég er bara að leiðin upp í stúdíu, skilur. Hversu erfiður er Brynjar? Það fer eftir dögum, sko, ég er ekki að segja að það er erfiður, sko, en það fer bara eftir dögum, hvort að hann svari Facebook message eða mæta einhvert er hann að mæta eða eitthvað, skilur. Viltu að það sé erfitt að ná í þig, eða? Nei, ég reyni alltaf eitthvað, stundum ég er að chilla og bara kannski símum bara einhvers staðar og ég bara kannski ekki það mikið að pæla í því bara einhvern veginn, það er alveg bara stundum er ég óvart kannski erfiður, skilur, stundum er kannski ekki búin að vera að ná um mig og stundum er kannski margir að ná um mig einu og það bara það fær kvíðakast og nefnir ekki svara neinum þá bara nefnir ég ekki að svara neinum, skilur, þá frekar bara slekkja á símanum og bara sita hann eitthvað, skilur, skrúa bara alveg fyrir já, ég hika ekkert við það, sko. Já, það er kannski erfiða já, en hann er búin að skána all svakalega, sko, bara þá upp á að láta ná í sig, eða?
Já, þú veist, hann er meira accessible þegar, þú veist, Já. eftir svona tilkomu FaceTime mikið, sko, FaceTime þá Já. svona, mér finnst alltaf gott að FaceTime Brynjar út af þá veit ég líka hvar hann er, skilur þú veit aldrei hvar hann er, hann bara, þú veist, fyrir sjósund á hverjum degi, skilur Er það að gera það? hann ringir í maður klukkan 7:30, bara ég kemur í Bláfjöll, ég bara eitthvað, gaur, það lokar eftir 1,5 tíma, skilur Ertu með Eilstrand að passa? Ég er með Eilstrand að passa, þetta er hérna Nautalsvíkur klúbburinn, þetta er til að fara í sjósund. Þetta er bara svona árspassi. Árspassi í sjóun? Já, og aðstöður hann alltaf. Þau eru ekki rauka sérstaklega kannski fyrir sjóin, en það fara allir líka í heitabóti kannski Já. og sturtu og guðubað og svona. Ég myndi ekki vera að flexa þessu ef þetta er bara passi í sjóun, sko. Nei, ég má fara til sjó. Nei, sturtu allt líka, sko. Akkur, er að taka sjósund á hverjum degi? Já, kannski ekki alveg svo grófur, en ég er alveg duglegur að fara samt. Hvaðan kemur það? Flugahausinn. Já, Býtur þú svona hluti í þig? Eða? já, ég gera það, sko. Ég er svona smá dellu kall, sko, ég veit ekki. Ég fæ flugur í hausinn, sko. Og núna fer ég mikið í sjósund. Kaldipotturinn ekki nógu? Eða? Nei, kaldibáturinn er nefnilega ekki nógu kaldur, sko. Ó, ok. Og ég ætla kannski að nýta tækifærið. Mér finnst þess að sundlaugar séu hérna búin að hækka alla kaldabátana svona 3 gráður. Ekki toleransið þér eftir sjóin? Ha? Ekki bara þú að auka toleransið? Nei, eins og Steppi hérna, Stefán Ás, besti vinur minn, hann vinnur í Sundhöllinu og hann mælir hann eiginlega daglega kaldabátinn og hann er 8,5 gráður þar í Sundhöll Reykjavík og það er svona með kaldra og ég mældi hann í Laugardalslaugin daginn, setti bara í það sem að vatni kemur út, skilur, stakk bara mælinum þar inn og hann var 10,6 Wow. og það er samt alveg kalt, skilur, en eins og sjórin í dag hann var mínus 1,1. Fórst þið sjósund á þannig? Já, ég fór í sjósund á hann, já. Getur rána með það kemur óvart? Já, kannski. Ég fíla hérna mikið, herru, fyndi, ég fór í sjósund í gær líka og veitir hver ég lendi í? Ég bara, við erum búin að fara eina ferð í sjóin eitthvað, förum upp úr, erum eitthvað að taka svona arbeigur og eitthvað, erum eitthvað að halda okkur stinnum að því að vorum að pæla að fara í aðra ferð onni í sjóin. Kemur ekki bara Haffi Július og öskrar Wow, these guys are hardcore bendir á okkur og hleypur út í sjó, bara the mountain og við erum bara eitthvað bara drullum okkur onni aftur og þetta var alveg boost, sko. Við hendum okkur bara onni aftur og hafa geggjað, það var klálega hábúndu dagsins, þetta var mjög fyndið að hann skildi akkvært vera hann í gær. Hvað, bara reif hann bara buxurnar svona eins og körfuboltamaður fara inn og Já, algjörlega, það var bara svo í spító, skilur. Ok, bara í spító? Nei, það var bara grín, hann var bara eitthvað svona eins og nærbuxum eiginlega, bara þröngum, eitthvað svona en var með eitthvað myndalagaur með sér og eitthvað svona 2-3 aðra menn sem voru líka mjög sterkir og já, voru eitthvað með þessa myndal og hlup út í og voru bara að kæla sig og bara sáttu með hann. Er það hendi í heimildamynda? Þeir? Já. Ég veit það ekki. Samkefni? Já, samkefni. Hvaða grúpa og gæði með þetta sem er að henda sér í sjóin daglega og gera arbeigur og eitthvað? Þannig að taka með þess að hljóma geggjað, sko. Já, bara ekki spurning, við förum bara helgina. Ég var ekki sem að fara á laugardaginn, fara til Akranesar. Ha? Við erum að frumsýna myndina á laugardaginn, en þú getur samt alveg gert það, sko. Við erum að frumsýna hana 4. Já. Ég held að það sé bara opið hana til 1 eða eitthvað, 2. En já, ég er ekki sem að fara. Það kom einhver nýr pottur þar í fyrra, held ég. Einhver strönd eða? Guðlaun sem er svona glænýr heitabótur sem er með svona geðveikt flott útsýni yfir allan sjóndeldarhringin, bara yfir sjóin. Þetta er ótrúlega falleg staður. Þetta kom bara í fyrra og ég er búin að fara hana einu sinni núna þetta ári og það var ótrúlega næs og ég er ekki að fara á laugardaginn ef þú vilt koma með. Já, ég er game, sko. Fara sér hana frumsýningur? Já, það er gaman, sko. Kannski að ég joini masokistinn. Aron segir alltaf við mig, ég býð honum mjótt, hann segir ég er ekki masokisti og hann verður bara svona, hann verður bara byrraður, sko. Já, það er svolítið erfitt að útskýrta fyrir ég ætlum að sjáta þetta á hann Pétur Geir vinur minn, hann skilur ekki pælinguna að hlaupa marathon út af, þú veist, það er ömulegt. Já. Og hann er bara á því að við, þú veist, hötum sjálf okkur. Þetta er acquired taste nefnilega, það er ekkert víst að þú fattir þetta snildina við þetta bara í fyrstu tilraun, en ef maður stundar það, svo finnur maður alveg
að kuldin kallar á mann sko. Það er eitthvað gott við það sko. Ertu að negla þér í svona gummitúttur og ertu með búnað og allt það? Nei. Eða bara armbandi? Nei, bara armbandi og og góðskapið. Eru þið þeir eru báðir alveg í ræktinni og okkur slúðis, ertu að passa heilsuna? Já, ég passa heilsuna. Gott að vera með kýrópraktor með sér í hljómsveit. Já, satt. Ég ákvað 2019 að vera duglegur í jóga og sjósundi og það er einhvern veginn bara sem ég hef alltaf verið að lifta einhvern veginn. Ég hef alltaf verið bara svona að reyna að lifta þungu og eitthvað en ákvað að taka 2019 bara eitthvað jóga og ég fer mikið í hot jóga. Það var mikist 2019. Já, og ég fer hjá gæði sem heitir Þór í vörklassan með svona 90 mínúna tíma. Ég er búin að fara þangað nýlega og það er alveg það er alveg workout við skófið. Það er ekki bara Ég hef aldrei farið í hot yoga sko. Nei, ég mæli með þessum 90 mínúna tíma. Þetta er alveg oft bara erfitt ef við skófið. Við erum oft að taka bara svona styrkja kórinn eða eitthvað bara. Þetta er bara næs og mann líður vel eftir á og ég er að fíla þetta. Kófsveittur eftir þetta? Já, ég líka var nefnilega það er ekki langt síðan ég fór í aðgerð á öxlinni nefnilega. Lítið aðgerð á öxlinni. Ég var að gera maður herðabreiðari. Nei. Ég fór bara í aðgerð á öxlinni og hún var alltaf dett úr lið. Já, orðið ykkur svoleiðis. Já, og það var til þess að ég þurfti að hætta glíma. Ég var komið svo mikið áhuga á að glíma. En ég er að hugsa að taka 2019 bara í jóga ákváð. Þetta er gett mikil styrkur fyrir öxlina og svona og sjá hvort ég geti byrjað aftur í glímunni 2020. Varstu bara í brasilísku jiu-jitsu eða? Já. Geðveikt. Já. Ekkert eitthvað svo best eitthvað. Ég var búin að æfa 2 ára eitthvað. Kom með eitthvað beltið? Bara blátt belti. Ok. Það er betri hvít. Já, það er betri hvít, það er satt. En síðan skipt sem ég fór úr lið var einmitt á glímuæfingu sko. Ertu með það svona krónist þá dettur alltaf úr liðið það? Það var örugglega í svona 9. skipti mitt eitthvað. Það er umlegt sko. Já, á 3 árum held ég. En síðan fór ég úr lið á æfingu og það var alveg, menn er ofta eitthvað snúast, eitthvað skringilega og hendina og það gæti enda bara, fyrir aftan hausina einhvern veginn í einhver skritin stöð en hann bara hún fór úr lið og þá fór ég í aðgerð og er bara eiginlega alltaf einhvern veginn að recovera en mér finnst þú að vera alltaf að vera betur og betri sko. Já, huga heilsunni sko. Já, en svo þetta er svona meiðsli svona, sem maður veit ekkert, maður er bara ekki góður fyrir maður er ekki góður, við skofum við það er erfitt að segja kannski til hversu sterk hún er það er svo allt í nefnum að bara fara hún á axlali og þá maður bara ok, hún var ekki jafn góð og ég held. Já, það er umlegt að líka vera að fara í gegnum eitthvað svona og sko þú er ekki að testa það þannig að þú byrjar að hreyfa þig minna og það byrjar að bögga þig þetta er bara svona algjör, andlegur vítarhingur. Já, en þess vegna finnst mér líka svona jóga vera svo gott og maður fer alltaf svona mjúkla inn í stöðuna, við sko við þetta er voða lítið eitthvað svona rykkja eitthvað svoleið skilur þetta er svona, maður fer bara stjúft inn í alla stöður einhvern veginn eins og maður getur sjálfur. Men í glímunu er verið að reyna að snúa upp á hendina. Já, í glímunu getur kannski bara eitthvað tekið kottnís og hendina bara fer af við öxl sko á við, það getur hvað sem er gerst en þótt að þegar maður er að glíma svona og er bara svona því betri sem ert því yfirleitt rólegri ertu og því minni líkur er á að slíð sem gerist en ég bara einhvern veginn lendi heimskulega með höndina skilur og hún var bara veikburða öxli mín Það er svo mikið svona það er eitthvað svona trúanleg hegðun í kringum glímuna en svo tala með að fara eitthvað svona rólega og vera blíður en þú veist samt að reyna sko að söppa einhvern Já, algjörlega, ég held bara máli þú ert ekki að reyna að nota styrkin þú ert að reyna að læra tæknina, skilur þess vegna ertu rólegur, skilur og þú vilt ekki slasa anstæðingin, skilur þú vilt ekki bara eitthvað snúa núr einhverjum lið eða verða til að meiðist, skilur, auðvitað ekki þannig að það er svona þetta tvent bæði það þú vilt ekki nota kraftiðin þú vilt bara læra tæknina sem best Þetta er eins og Björgvin Karl Krossetari fór að glíma við Gunnar Nelson og þú veist, held ég geti bara fakta að Björgvin er sterkari en Gunni en hann átti ekki breyk í hann bara út af því, þú veist, hvernig Gunni nota sína eigin þing til þess að, þú veist læsa sig við hann og saman hversu sterkur þá getur ekki lift út og bara reyna að lifta sjálfu þér upp og þetta er svona hella dæmi, sko Já, Gunni er rosalega að glíma en hann má lega það, hann veit það alveg Þú ert tilbúin til að gefa hann það? Ég er tilbúin að gefa hann það Já, ég held að hann sé líka
Topp 10 hraðasta svartabelti í heiminum. einmitt. Það er ágætis status sko. Já. Það er- En annars kíkir maður svona Já. hérna, það er annað með mig sko. já. Og ég fíla líka bara, veist, ég er búin að vera að synda mikið og hérna, Bara í laugunum með það. já, bara í laugunum ætla að fara, vera duglegur að fara upp í fjöllin. Ég er að fara til Sviss núna bara Skíða? að skíða og er bara eitthvað þú veist, ég er að þótt ég sé hættu kannski að vera obsessed með að lifta alltaf ekki mikið að þungu og eitthvað svona, er maður samt alltaf einhvern veginn að huga heilsunni, veist hvað við, maður svona reynir að passa upp á sig. Hver var sagan með þig? Þú gerir ekkert nema að gera það með einhverjum öðrum? Já, Þú gerir ekkert Brynjar reynda að koma því á mig sko í gym þættinum. En hérna Þú laumaði að mér hérna þegar Brynjar heyrði ekki að hann var erfiður, þannig að þetta Já, hérna ég bara ætla að vera mjög hreinskilin. Ég stunda eiginlega enga líkamsrækt og ég skammast mér alveg smá fyrir það, í alvörunni. en samt einhvern veginn bara, þú veist, ég var svo ofvirkur í fótbolta bara frá 6 ára til 21 árs eða eitthvað. Síðan flutti ég til Bournemouth og þá hætti ég íþróttum. Fórst í 86 kílóin. Fór ég 86 kíló og nú er ég, þú veist, 71. Hvernig gerður þið það? Var það að hætta að hreyfa sig eða byrja að borða helling? Næri fræði 103 til þess að léttast 15 kíló, drekka Coke Zero og veipa og drekka kaffi. Þú ert að tala að reyna að neyta einhvers án þess að séu kaloríur í því. Já, að þú veist, þú rýrnar bara 15 kíló. Ég er ekki að, þú veist, þetta er kannski heimskulegt ráðið eða eitthvað, en það var það sem ég gerði. Þannig að ef þú ert með einhver auka kíló, þá bara kemur þið til mín og Bara í zero sugar hellingarnar. En hérna, mér finnst líka svo leiðilegt, sko, kærasta mín í jógakennari, hún er mitt lærði hjá Þór sem að Brynja var að tala sko, eða þú veist, hann er svona smá mentor fyrir hana, eða lærði ekki hjá henni, og hún er að kenna í World-class og ég mæti aldrei og mér finnst svo leiðilegt að Beggi umbóðsum er alltaf að fara, ég held að, ertu búin að fara líka? Nei, ég er ekki búin að fara, en það er út að ég er alltaf í 90 mínúna tíma. Ég fíla það svo miklu Já. betur heldur en að fara í klukktíma. En ég ætla að fara á þriðjudaginn næsta og kemur kannski með mér. Já, ég er til að Já, ég var að muna, ég þarf að Skráði úr skrá mig úr tíma. Hvað er klukkan? Klukkan er 17:34. Oh well, Skammakorunum þig. skammakrókurinn. Ertu lélegur að manager sjálfan þig? eða? Nei, alls ekki, þetta var þetta er aldrei gæst áður sko. Nei, þetta hljómaði sem þetta var gett svona hart og aggressív. Nei, Ég var bara svona pæl, ég var að bera þetta saman við dæmið að Beggi heyrði mér áðan og var að segja og var að fara í ammæli sem að Já, systir mín, hún er 40 ára í dag. Þannig, Hann vildi koma hérna á 50-dagskvöldi og síðan var hann að fara í ammæli. já, ég það er út að ég er upptekinn á morgun líka. Maður er bara upptekinn, skilur. Það er alltaf eitthvað sem það er alltaf eitthvað fórnarkostnað. Þess að kemur óvart að þú sért eitthvað gæðin sem er að henda þér í sjósund og þú veist, 90 minna jógatíma og eitthvað. Ég sá það ekki fyrir mér sko. Nei, Ekki það að ég þekki þið svona vel sko. Ég bara einmitt. bjóst ekki við að menn verður með illstandar arbandið sko. Nei, einmitt. Ég kem sífellt á óvart. Ég skal lofa því. En já, þú veist, síðan bara borðaði bara Marland keks. Það ætla ég bara að klára. Ég borða bara Oreo og Marland og drekk sigurleysa góðstrykki og borða eiginlega aldrei nýtt sko. Þú ert bara að fara að hefðbundu leiðina. Já, bara þessa venjulegu sko. Og hvernig tókst að koma þér upp í 86 kíló? Bjór. Ég drekk ekki bjór núna sko. Eða það kemur rosalega sjaldan fyrir að maður fá sér bjór sko. Brynjar, þú drekkur ekki? Nei. Hættur þú eða aldrei drukkið? Ég hef alveg drukkið því, ég hef alveg tekið minn Vestló. Já, ég drakk alveg í Vestló og alveg Þetta ekki bera ofan í limósín? Nei, vissulega ekki, út að þau voru leiðin í útskiptaferðina sína ekki. Listasögu. Listasögu, já, ok. Þeir voru að fara í eitthvað sem ég var ekkert boðin í. Ákvæmstu bara að hættu þessu, var þetta ekki að fara vel í þig? Jú, ég flosnæla bara upp á áfengi og ég er ekkert eitthvað búin að sverja einhvern eið að drekka aldrei áfengi aftur eitthvað. Það er bara, ég veit ekki, það er ekki mitt forte, ég veit ekki. Forte? Það er ekki mitt forte, það er ekki mitt þeng, eða hvernig sér það. Hans tebólli. Það er ekki minn tebólli, takk hérlega fyrir Aron. En Aron er... Já, ég er alkohóli, nei ok, hérna, ég er bara, þú veist, eftir að við gáum út hefur, þú veist, hef ég ekkert drukkið mikið, sko. Hvað, er búin að vera svona mikið að gera hjá okkur? Ég veit ekki á maður að flexa þessu eitthvað, það er búið að vera fullt að gera, skilur. Já. Ég veist ekki þetta? Já, það er búið rosalega mikið að gera. Það er bara mjög jákvætt, sko. Það ekki? Já, mjög jákvætt, sko. En já, mér finnst líka, það er bara margt að spila inn í. Ég mani hugsa ekkert að því ég var í leigubílaröðinni klukkan 6:30, ég bý í Gráinum, skilur, sem er mjög langt að fara með leigubíl
og mér finnst bara þægilegt að vera einhvern veginn á bílnum einhvern veginn, mér finnst aldrei að vera á worth it einhvern veginn, ég veit ekki þetta bara ekki minn tepalli, ég veit ekki ég bara einhvern veginn alltaf góður, ég fæ mér bjór, ég ennþá góður, ég fæ mér annan bjór, ég ennþá góður, ég fæ mér þriðja bjórinn, ég ennþá góður, þetta bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég flosna bara upp úr þessu, kannski ég byrja einhvern veginn að drekka aftur. Ég einmitt farin að meta miklu meira núna að fara í bæinn og vera ekki búin að fá sér neitt bjór, skilurðu, í staðin fyrir að fá sér 10 bjór og fara sín í bæinn, að fara í bæinn edru, og ef það eitthvað sem er skemmtilegt, þá kannski fær maður sér bjór eða eitthvað. Skilji. Maður samt einhvern veginn alveg upp við það að rústa sig og fara sín í bæinn, sko. Það líka vegna þess að menningin þannig á Íslandi, skilur, það er bara opið til 1 á virkum dögum. Svo kemur bara helgin og það er rándýrt að kaupa sér bjónir í bæ, þannig að þú ferð í ríki, þú kaupir stafla einhverjum bjórum og svo hellir þau bara þann fullana og þarft ekki að drekka meir ef þú tímir ekki að kaupa áfengi í bænum. Það er menntaskólaball. Já, þannig að það er búið að mynda svona einhvern veginn skrýtna jamstemming á Íslandi og ég persónulega þola ekki pólitík, mér finnst bara svo leiðilegt að pæla í því, en ég hugsa ofta að hversu gaurar byrja ekki þarna, skilur, að reyna að búa til einhvern veginn almenna stemmingu í Reykjavík og sjá hvort að hlutinni fari ekki aðeins að lagast, þú veist, bara viðhorfu hjá fólki okkar. Kannski við förum bara þing. Ángríns að enda með Við gerum bara flokk. En þú veist, það er svona verður fáum bara klátið með okkur. Fáum bara klátið með okkur, förum út í pólitík. Hver er klátið? Já, þú veist, reyna bara að hafa góða stemmingu, þú veist, og þetta er kannski, þetta finnst að skilja segja þetta, ástæðan fyrir ég fer og læri hugbúnaverkfræði er þetta oft þoli ekki tækni, veistu hvað við, þegar að eitthvað virkar ekki eins og á að virka, þú stingur ykkur í samband og virkar ekki, að spilast ekki eitthvað og maður er bara eitthvað illa brjálaður. Þess vegna fer ég í hugbúnaverkfræði að hluta til, svo svipað eins og bara Batman að fara inn í leðurblökuhelli bara og, veist, bara komast yfir þetta, skilur, bara læra þetta, skilur, eins og já. Getur ég ánægð með það take samt? Já, algjörlega. Hugsaði lausnum. Hann er bara, ef þú stingur lampanum mínu samband og virkar ekki, þá ætlur þú bara að laga það. Já, maður hefur oft verið svo pirrað að tæknin virkar ekki eins og hún á að virka, það er eiginlega það er rosalega erfitt að pirra með eitthvað, en stundum nær tæknin hún nærst geta nátt heiminn, sko. Já, ég var að tengja út af þegar fyrsta skipti eru við 3 en já, ástæðan fyrir ég segi þetta, sorry, út af það er kannski ástæðan að maður myndi að einhvern daginn flikkast út í pólitík líka, eins og Aron segir, bara því þóla ekki pólitík, mér finnst svo leiðileg pólitík í alvegni, wow. Býtu, ástæðan fyrir að myndi þá flikkast út í pólitík væri? Bara fara aftur í hann helli bara, og það leðurblöku helli, bara komast yfir, við svo gáði, bara hösla þetta, bara gera það mér einn. Þetta er eins og Herr Hitsmjör sagði, ég byrjaði að rappa út af því að mér finnst rapp sem á Íslandi svo fucking léleg. Einmitt. Shit. Hann bara, þetta var svo ótrúlega lélegt. Já, ég lagaði þetta bara. Ég er bara besti rappar á Íslandi, skilur. Shit. Hann sagði þetta í Rapp í Reykjavík, sko. Já. Í fræða viðtalinu. En myndið þú ráðast á jamsinu, Brynjar? Ég myndi bara reyna, reyna að hafa áfengi aðeins bara ódýrara og getur, sagt bara við gengið bara, hey, next round's on me, skilur, og það er miðvikudagur og þið fá okkur nokkra drykki og svo bara, farið heim og þetta var bara nice kvöld, skilur. Ekki það að þurfa allir að fara heim klukkan 1 og, þú varst að eyða 5.000 kall í 2 drykki, þetta er bara svo léleg stemming, veistu hvað við, það þarf bara að vera góð stemming og það vantar bara smá líf og stemming í Reykjavík og ég held að menn ætti bara að byrja þar sem er eitthvað í þessari pólitík. Það vantar bara klúbb, það vantar líka bara klúbb á Ísland. Já, það vantar bara klúbb og meiri stemming og góð grínið. Já, þú ert þetta maður orðan þarna með grínið, sko, sérstaklega minn svo með Twitter, að bara byrja að grínast, sem þegar fólk byrja að fara í eitthvað leiðanda tón, bara mic drop, sko. Algjörlega, ég meina, ég held að grínið eigi eftir að frelsa heiminn svolítið, sko. Menn þurfa bara fara húma fyrir hlutunum, skilur, og ekki vera móðgast yfir öll lögnin. Voruð þið ekki líka með eitthvað að aflita? Jú, þú byrjaðir, þið voru eitthvað 2 félagar, voruð það þið 2 sem að byrja að aflita okkur hári? Og Stefán Ás og Brynjar. Þetta var í alvörinni, ég var mikill aðdánd að þessu gríni, ég þekkti ekki neitt. Nei. En ég sá bara að það var eitthvað svona miðstjórnarferðir, það var eitthvað, voru eitthvað svona NFFI TV eða ekki? Já. Það var alls konar svona underground, ekki beint vinsalasta stöfið, en þú varst oft með appearance þar. Einmitt, maður var bara með puttan í öllu, maður var
Alltaf er hann að koma með eitthvað grín. Peysufata-vídeóið líka. Satt ég var náttúrulega búin að gera peysufata-vídeóið áður en ég fyrir 12.0 þið kannski myndið eftir mig þar en maður var alltaf eitthvað maður er alltaf eitthvað að reyna að vera með eitthvað grín það er það sem maður gerir sko. Já, ég dyrka það sko, ég var til að sjá meira ég var til að sjá okkur fara lengra í YouTube-pælingunum sko. Við litum, það var ég og Stefán Ás sem að litum okkur gráhara eitthvað tímann. Já, Silver Fox pæling eitthvað. Já, vorum með okkur langaði að vera Silfur Refir bara alveg í gegn fengum okkur Silfur lita hár byggum til að gera Facebook-grúpu og öllum köllum með grátt hár basically og vorum bara í einhverju sprelli sko. Og síðan Aron að hendi þetta núna 4 árum setna. Já, hann er reynda líka aflitaður sko. Já, ok. Já, hárið mitt færi engan frið sko. Ég er búin að fara allan ringi með hára á mér. Hár vex aftur. Fólk skilur það ekki sko. Sjá sumum. Já, þú veist, ég satt, já. En þú veist, það er allir svo hrætti við að lita hárið sitt og gera eitthvað skemmtilegt með það. Ég er oft. Gaur, hárið vex aftur í flestu tilvikum sko. Mér veist, þú ert þetta á tímabili núna. Já. Þú varst mjög aflitaður. Já. Þú ert búin að fara í klippingu. Hárið er orðið dökkt í hliðunum. Ég var í klippingu í gær sko. Já, af því að núna er liturinn farin úr hliðunum og það er miklu styttra hár. Já. Og ég á fullt af myndum af mér þar sem ég er út í London með þér Beggi að heimsækja þig og ég er einmitt með þetta og það lúkar svona pínu eins og ég er með skalla, veistu hvað við? Þegar sólarljósið þegar sólarljósið einhvern veginn skín á kollin á þér og þú með afleita hár ofan á hausnum en búin að fara í klippingu þannig að það er svona dökkt í hliðunum maður lúkar svo Kjartan Galdrakall veistu hvað við? Já, hvernig ljósi og ég er með afleita hár núna og ég er svona smá kvíðin fyrir að fá þér sömu klippingu ég Já. Þannig sért ekki með Dr. Phil Ég gefa Bjarnfreðarsson klippingin líka. Jú, klálega. Bara svona pjúr, mjög mótaður skalli. Já. Bara 100% lína í hliðunum. Já. Ég hef einsunni, fun fact, ég hef einsunni fengið mér þessa klippingu. Ég hef einsunni rakað oná og verið með bara ég var með möllet á þessum tíma, sko. Þetta var í 10. bekk, þá rakaði ég oná hausin á mig bara og ég er alveg svo Kjartan Galdrakall og ég er með möllet niður hálsinn, getið ímyndað ykkur og ég fer í skólan bara með derhúna mína bara 59-50 skilur algjör gæi og er síðan bara svona að leika mér að taka hann af eitthvað og strjúka mér hausnum og sita hann aftur á og bara fylgjast með viðbröðum fólks bara sjá hökurnar bara hrynja í gólfið og ég man alltaf eftir einu mómenti við þetta svo ég fá hans að blara en að finnst ég komin einhvern út úr en ég man eftir að ég var nýbúin að vera í íþróttum og þá var ég bara hættur að pæla í þessu, veistu hvað við? Ég var ekki lengur með derhúna mína við vorum bara komin í einhvern fótboltaleik og það var bara mikið undir og ég var bara alveg hættur að pæla í þessu og allir strákarnir búin að hlæja nú að þessu og bara strákarnir saman í íþróttum en svo fatta ég bara, ég var alltaf setni í tíma ég kósveittur, búin að spila ég hleyp upp í tíma og það er engra stelpur í bekknum búin að sjá mig svona ég bara hleyp upp í tíma, kemur rennandi sveittur upp í tíma með þetta lúk og ég heyri bara öskrin bara hvað ertu búin að gera og það var allt trillt en leiðir illa það var smá óþægilegt þetta var smá óþægilegt, bara svona moment en svo var ég bara já ok, af hverju var ég að gera þetta bara já ok, þetta var eitthvað grín bara jú, ok, þetta er bara funny skilur og svo vex þetta bara aftur skilur en það er að besta af hár það er að besta af hár sko en jú, maður er búin að fara allan hringi með hárið sitt sko Þetta var svona allt í góðu gríni gert alltaf Það er líka smá og það vorum að tala um grínfaktorinn á Clubbed Up áðan er ekki boratlægið í byrjun af Clubbed Up? Jú. Clubbed Up sko bing bang bing bang bing bing sem hann tekur í hötinu í myndinni okkur fannst það bara þetta er það lagið þetta er það, bara Corky Busiek við erum ekki búin að klíra það sampul sko þannig að í rauninni gæti sá listamaður ég veit ekki, ég held hann heiti Corky Busiek ég veit ekki hvort þetta sé alvörunni eða sem var búið til fyrir kvikmyndina sko. ég átta mikið á því sko við höfum ekki hugmynd sko. Ég held það geti alveg, þetta sé búið til fyrir kvikmyndina ég held að það séu nokkur lög eftir tónlistamannin Corky Busiek en ef þú finnur þetta á YouTube þá er þetta bara þú veist, þá er bara mynda borat skilur sem en YouTube það er líka samt bara til eitthvað myndband bara einhverjum plöntum sko ok bara eitthvað, þú veist, svoleiðis sko þannig að okkur það er oft svona einhver X-faktor í lögunum okkar eins og Maggi Mixi drikk að segja í byrjun drikk þetta var bara eitthvað Snapchat þetta var sem okkur fannst ógeðslega fyndið og þetta er ótrúlega fyndið þetta er ógeðslega fyndið þetta er
eitt finnast af vídeo hans Magga Mix. Þetta á Magnús Mixon Instagraminu. Já. Shouts out á sá hins sama sem með það account Já, sko. huge Það shoutout. ekki hann sjálfur eða? Jú, nei, hann ekki haldaði úti sko. Þetta Nei. svona shitposting, Magga Já. Mix shitposting. Og Bara hann taka inn í einhverjum bíl að taka taste test á Twinkies. Twinkies með safar eitthvað sjómla Já, og finnst þetta svo ógislegt, hann eitthvað drikk gefðu mig drikk eitthvað já. Sjá, Og svo byrjar hann að spýtis út í sér. Þetta er svona Twinkies, þetta er eitthvað svona með sultu inni eitthvað, Já. þetta er svona ekki næs sko. En það sem gerir þetta vídeo svona fyndið, hvað vilt þú segja? hann sem sagt fer í aftursætt á bílnum sinum, sækir eitthvað svona hann segir MS jógurt, fáðu ykkur MS jógurt, þá var hann að drekka svona MS grjónagraut sem hann bara með í bílnum. Já. Og þetta var svo fyndið að það segir drikk og bara já, bara búin að finna hann drikk og byrja að tjögga hann og þetta er grjóna og okkur fannst þetta svo Já. fyndið að kannski þetta lag verður til út frá bara hvað okkur fannst það að vera fyndið Já, við notum það og síðan notum við Korki Bushek og þú veist drikk einu sem ég vil líka, þá notum við eitthvað voice message og við reynum svona að brjóta upp á tónlistan okkar með smá húmor og smá eitthvað svona foolish Já, æðibæki. ég held við erum bara ekki það dómalir á sjálf okkur Já. upp á við leifum bara svona oft bara svona það sköpunargleðin einhvern veginn að ráða. að ráða og svona einhvern veginn bara kýlum á þetta sjáum bara hvað gerist einhvern veginn við erum ofta setja eitthvað rugl saman. Já, þessi voice message saga er mjög fyndin. Er hún háleinileg eða? Háleinileg? Já. Nei. Nei, Já, það, bara- nei, held ég ekki sko. Nei, Þið basically tókuð voice message já án þess að eða þú veist Ég sagði samt að ég þegar ég fekk á ég sagði og þetta hljómar svo eitthvað sem getur nota sampla Já, fyrir basically, þetta lag. þú fegst voice message sent og ætlaðir aldrei að, þú veist, það var aldrei tekið á okkur Nei, mikrofón nei, eða nei, eitthvað nei, svoleiðis. nei, þetta var bara eitthvað En sem bara, ég fekk sent já, sko. bara shouts out á Joe and the Juice og ásuninu, þú veist, þetta var bara 10 dögum eftir að gáum út, þá var hann bara eitthvað að vildi hitta okkur og gera eitthvað með okkur, skilur Ég veit. bara fljóta að kveikja á þig, bara vel gert sko. Við fengum að nota það voice message sem hún senda á Brynjar sko. Já. Í lagið. Fenguð að nota. Mhm. Þið eru líka, eru þið ekki að shitposta smá sjálf? Nei, ég ætla nú ekki að segja shitposta, en þið eru með memes Yes. hvað á föstudögum Yes. Við reynum að gera það, það er oft sem að það gleymist bara, að þú veist. Oft bara gleymist það. Við viljum gera þetta, við Já. viljum bókstælega að klúpa sigur Instagramið sé bara einhverja myndir á okkur stundum en síðan er þetta bara einhver good shit memes. Já, við Aron erum huge into memes. Við erum mjög duglega við að senda okkur annan og eiginlega bara synda, við erum með svo mikið að góðu efni einhvern veginn að synda verið ekki að posta það á til. En já, eins og við segjum, það er bara eitthvað sem okkur finnst að vera gott grín. Þessi meme humor er á okkur öðru leveli sko. Já, já. Þú veist, ég Þú kemst ekki inn í þetta núna sko. Nei, ég Eða, veit þú veist, að það er erfitt þarf, sko. einmitt, Já. þetta er bara byggur til svona genre af Já. gríni sko. Já, algjörlega sko. Veistu, ég myndi bara kvíða því að reyna að útskýra þetta fyrir einhvern Já, já, sko. en Já. það skulum við ekkert vera að fara út í það sko. Þetta er farið í Já, 10 ringi sko. einmitt. Og ástæðan fyrir að sumt fyndi er út að þetta er eitthvað connection við eitthvað svona deyjandi meme eða eitthvað svona, Já, veistu hvað við, eitthvað svona erfitt að setja kannski puttan í af hverju það fyndi. en það er bara fyndið. En það er bara fyndið. Og fólk að taka vel í þetta. Mín fræði, Já. óvinni vel sko. Já, ég held að fólk læra að liður þessu. Já. Gaman að fá svona, þú getur kannski verið gestur á morgun. Þú getur fengið að velja 2 memes. Já, er þið búin að vera með gesta veljara? Yes sir. Mhm. Stóri Björns maður. Já, Heard it here first. Ég myndi líka, ég held ég myndi bara afþakka vegna pressunar að reyna að finna eitthvað, þú veist, þessi húmor er þannig að þú veist, ef þið finnst þetta fyndið, þú veist, þú mátt ekki vera með eitthvað sem er of basic fyndið, Já. fattar þú? Þetta þarf að vera það sem horfur á þetta og bara, já, þetta er fyndið og þú Já. fílar að engin annar fatti það. Við- Þannig sé, fattar hvað er það? Já, svona klík, svona eiginlega klík. Algjörlega, og þú fílar ekki ef einhver sýnir eitthvað sem er bara mjög basic. Þú veist, Já. ef það slæri gegn hjá öllum, þá er ekki gott mím, sko. já, þetta Já. er kunst, þetta er kunst. Það er góð punktur sko. Já, en þú veist, ef á velur eitthvað meme sem er lélegt, þá verður oft fyndið að því að lélegt líka. Veistu Já. hvað við, að Já. einhvern veginn, ég held að ef þú sendir eitthvað sem bara þér finnst vera funny, þá er bara, þá ertu Já. góður sko. Það er líka svo Það er ekkert fyndið stress. hvernig þetta er orðið. Þetta, þú veist, í gamla dag var þetta alltaf bara 9gag, var bara eitthvað eina síðan eða eitthvað. Herru, Ég- það var líka bara eina af þeim síðan sem að fór inn á, Já. bara 9gag.com. Sko einhver, þú veist, memes þar. Já. Þess að bara alltaf sömu teiknimyndasögu formatið, skilur Já,
þú veist, það er þarna ennþá, skilurðu. Einmitt, En já. ég followa það ekki, ég er bara að followa einhvern 13 ára gaur frá Skotlandi. Þeir eru langt bestir í þessu Já, sem er bara, þú veist, með svart hár eða eitthvað og fyrir átti bara í livestream og setur bara fyndnasta dót í heiminum inn á Instagram sko. Já, ég bjóði einhvern tímann til mím þegar var svona, þetta var að byrja og var þessi kallar Svona teiknimyndasögur. let trollface og þú veist why you don't say gaurinn skilur allt þetta og var oft búið að skera svona myndasögur úr þessu og ég gerði eitthvað svona myndasögur eitthvað gauð sem var að skera appisinu og fekka í augað og hún endaði bara á svona einhvern ramma einhvern gauð bara eitthvað Skilurðu, svona var það og ég var eitthvað að reyna að búa til svona og ég var bara að posta á Reddit og ég var að posta á Funny Junk og ég var að posta á 9gag og ég var bara svona að vonast til að það myndi catch einhvern hita og eitthvað original content frá mér en nú er þetta orðið miklu einfaldar og þægilega á Instagram út að svo getur bara að follow okkur að gegja síður og það er svo einfald að senda þetta á milli búa til grúpur, senda skilur þetta er bara, þú veist, ef það væri ekki fyrir memes þá væri ég örugglega bara í mun verri, þú veist andlegu ástandi, sko þetta hefur svo mikil áhrif á mig bara, þú veist timeline mitt er bara memes, sko Já, ég horfði mitt á þetta vídeo sem ég gerði á YouTube og þú veist, þetta meme er alltaf eitthvað síra en þú veist, þegar ég horfði á það þá var ég bara svona, er ég út úr meme-lúpunni núna? Hvað stóð á YouTube? Ykkar vídeo, sem þið eru shortfilm Þetta er bara business Já, þetta er business einmitt, þú veist ég held, ég og Aron erum með svona við erum ekkert að taka þessu alltaf alvarlega sko. en það er líka oft bara finnast, skilur Já bara, allt en það er þetta að fyndi við byggum til þetta shortfilm bara eitthvað, þú veist á no time náttúrulega 1 klukkutíma Já, og það er alveg fyndi, ég er búin að fá að heyra svona nokkru sinnum menn henda í, þetta er bara business eitthvað svona, ég kannski hitt eitthvað kannski við þekki ekki þannig, skilur á förnum vegi og hann lega þetta er bara business já, gauð, bara ok okkur finnst líka alveg þú búin að horfa á þetta, bara geðvegt, skilur já, okkur finnst líka alveg tíminn bara, þú veist, það eru 150 likes á þetta á YouTube og engin dislikes og já, kannski 3000 manns búin að horfa á þetta og maður er bara svona já, okkur held ekki á þessu og við munum gera, við ætlum 100% að halda á hann sko, bara, ég talaði bara við ætlum að finna þessa loophole í YouTube-markaðanum eins og þú segja með Snapchat og Instagram og við ætlum bara að vera íslensku YouTube-görðinir Já, ég hef mitt kíkt á þetta daginn þið þurfum þá að henda ykkur meira inn það er bara 3 mánuður síðan eitthvað byrtist frá okkur Já, algjörlega Það er fakt Það er bara, Það var samt eitthvað svona það var svo geggjuð stemming þið voru búin að klæða ykkur jakkaföt og svona eða ekki, í þessu vídjói Jú, hann var Varst þú í Burberry jakkafötunum? Já, ég var í einhverjum Burberry jakkafötum sem voru búin að fá hana í einhver svona thrift shop Mér fannst svo geggjað sko, þetta var svona eins og í gamla daga þegar maður var að klæða sig í fötum með mamma og pappa og stalst í vídeokameruna og svona það var bara nákvæmlega sama stemming nema 20 árum setna Og okkur döð langar að gera bíómynd sko og við eigum eftir að gera eitthvað Í nafni Clubbed Up eða? Bara eitthvað, ég veit ekki, bara bíómynd ég er bara talað sem er ekki heimilmynd bara handrit, skilur, bara leikinmynd Já, það mun gerast sko Eru þið efnilegi leikarar eða? Já, en það er ekkert pressa frá mér eitthvað að leiki en eitthvað Já, við langar bara að skrifa það Ég mun leika eitthvað í 100p, ég mun allavega koma með eitthvað Tarantino cameo hana sko láta sjá mig en já, alveg langar mig bara að skrifa hana og framlega hana, þú veist Já, ég held maður myndi bara finnast það ekki næs að fá einhvern annan leikara í henni, skilur og Við útilokum aldrei neitt Nei, við útilokum aldrei neitt Hvort að við munum gefa út meiri tónlist, meiri bíómyndir bók whatever wow. Bók? Ég meina, þú veist ég er ekki að segja við sem fór að gefa út bók Clubbed of the Book Clubbed of the Book Er það góð pæling En bara Clubbed of the Book Stemmingin var rosaleg Já, fyrir hvað var það aftur? Já, sækjum þetta döp Já Emitt Þetta er alveg Þú varst hrifin af því? Já, ég var mjög hrifin af því, mér finnst þetta akkurat vera það sem hefur verið aftan á spólu Það var einmitt sem við sáum og við vorum ekki alveg vissi með eitthvað hafa það aftan á hann Jú, þetta er eins og þetta 2 teknóhausar ótilhendi möguleikur Já Þetta er mjög gott sko Þetta er geðvikt Já, þetta er geðvikt Þetta er eina Berglind festivaleldi sem að heiður hann þessu Eða ekki? Jú Þetta er bara, við erum mjög sáttum með þetta og hún er bara mjög funny Já, ég er spenntur að sjá þetta Er þetta ekki, hvar verður þetta bara aðgengilegt á Sjónvarpi Símans? Sjónar Símans Premium 4. febrúar Þannig að það er bara engin leið að sjá þetta
Nei, engin. Geggja cover hérna líka. Þetta Nefna bara í bíósalnum. Er það opna fyrir? Ætlaði að halda bara opið? Nei, við þetta er bara svona enga bóð þannig séð sko. Eða þú veist bara fjölskyldumeðlimir voru þeir sem koma að bíómyndinni og hérna Bara vinir og fólk sem við þekkjum sko, vinir. Þetta verður bara one time thing svo verður þetta bara sýndin á Sjónvarpi Símans. En hvernig líður ykkur núna með að hafa gefið þetta út plötuna, Juice Menu, eða ekki? Og þú veist, þá var þessi gæði sem gáttu bara að droppa þessu, farið í flug til Chicago, verið alveg sama, en núna þú veist, fyrir ekki að koma eitthvað nýsta frá Clubbed Up eða? Búin að featura með Aron Khan, eða Aron Khan featura ykkur. Já, Brynjar, þú byrtist á plötunars auður? Einmitt. Já, ég veit ekki, ég held að sé aðal pressan bara koma frá okkur sjálfum, Já, sko. ég ætla að einmitt að segja bara, það er bara pressa frá okkur sjálfum, það er engin. Nei, Ég hef ekki heyrt að einu sinni, hvenær kemur eitthvað nýtt frá ykkur, eða eitthvað svona. nei, það er ekkert, sko. Það er bara svona, hvað er að gera? Er að gera eitthvað nýtt þessa dagana, skilur? Já, Og það er bara skemmtileg spurning líka, bara er að gefa út mynd á mánudaginn. Þú veist. já. Kjút heimildamind á mánudaginn. Mér er svolítið afbrýðisama lagið. Og það er líka bara þegar ég hlustaði á þetta, það var ekkert eitthvað eins og þetta kom bara út og maður stilti bara eitthvað lag. Mér finnst vera smá svona Keflavík feelingur í því. Já. Tengið við það? Ekki beint sko, en hérna hann er, þú veist, hann er alveg svona frumkvöld í að gefa ekki fucks í lyrics, í textasmíði sko. Já. Og líka bara svona techno. Bara hann er bara með eitthvað, hann er bara með sitt dæmi sko. Hann er líka bara með svona köld svona aðdándahóp á bakvið sig sko. Já, hann er með eitthvað tónleika í bænum, þá bara er alltaf selt upp sko. Já, allir að syngja með þessum grilleðu textum. Algjörlega sko. Já. En við einhvern veginn með fullri virðingu fyrir honum, þá held ég að ekkert inspo sé eitthvað svo. Nei, mér fannst bara svona, það var svona íslensku texti sem var En frekar ég er random. fan samt, ég get alveg algjör fan sko, geggjaður. Ég er alveg einn af þessum sem myndi að mæta á einhverju tónleika á honum. Já maður, við reyndum með þess að fara á Airwaves tónleikana, en það var bara ekki hægt. 50 manns í röð. Hafið þið reynt að sýna einhverjum Keflavík tónlistina og þau bara tengja ekki neitt? Og þetta er svo skrítið sko. Stundum einhverjum partíum ef við varum að blasta eitthvað svona einhverju Keflavík og sumir eru bara eitthvað en sumir eru bara eitthvað who is this dude? Já, en nei, annars man ég ekki eftir eitthvað að vera að sína einhverjum Keflavík og hann var ekki að fíla það sko. Ég reyndi alltaf við að stelpur hati þetta sko. Já, það bara má ekki spila í kringu stelpur sko. Það eru fleiri stelpur sem hlusta á tónlistina okkar en strákar. Í alveg? Já. Er þið með statistics eða? 55% stelpur. Ok, það er nú semi 50-50. 45% strákar, 44% strákar og 1% hán. Svona, já. 1% svona unbinary eða hvað heitir. Er það ekki bara óskilgreint kyn? Já, sem bara mjög gott. Er bara 1% það? Já. Það er mjög mikið. Já, þú veist 40.000 mánaðarlega hlustundur akkurat núna. 1% það er samt hvað, 400 manns. Ætla að sé ekki bara eitthvað fólk sem glemdi að velja stillingu. Ég kaupi ekki að það sé svona mikið. Einhverjum kannski sem bara fannst sniðugt eða eitthvað, skilur. Já. Er einhverju þar, skilur. Ég var stelpa á Facebook mjög lengi. Já, einmitt. Á snið. Það var bara eitthvað comedy. Já. Þetta er aldrei eitthvað. Þá getur maður svona fekk eitthvað svona e-mail á Facebook. Já. Það var svona, heyrðu. En afbrýðisamur er mitt fyrsta lagi sem ég og Brynjar gerum saman þegar maður hugsa svona tilbaka út. Hann gerði bara Little Homie. Ég var búin að gera einn sem ég vil sem var ekki á plötunni sko. Ratio gerði það bara að techno-læginu sem, eða þú veist svona partylæginu sem það er sko. Og hérna í kjölfari þá fórum við að vinna sko. Þú veist, hann var búin að gera Little Homie og síðan gerði það afbrýðisama saman. Síðan kom bara C-3PO og dansa stelpu, drikk. Síðan gerði ég Delli og síðan voru bara að vantar eitthvað aðeins við þetta. Þá gerðu við Clubbed Up. Já, það er síðasta. Það er síðasta. Já. Og Guðum að vita hvað, þú veist, hvar við værum, hefðu við ekki gert það líka, skilur. Já. Það er bara gert steikt pæling að pæla út í það. Út af því að það er svo vinsælt lag. Og það gerir hinn lögin betri. Er fólk samt ekki alveg að jamma við hinn lögin líka? Jú. Fullt sko. Ég getur rétt mynda að segja ágætið stemming þegar hendi í drikk. Já, það er bara eiginlega skemmtilegast að taka það sko, en það er svo hratt lag og eitthvað. Það er alltaf stuð. Ég fann líka, þegar við gerum vídeo við C-3PO, þá fannst mér svona að fólk byrja að fíla það betur. Maður tók alveg hans eftir því. Algjörlega. Já, herru, það er náttúrulega okkur stili líka. Það er geggjað. Það er geðvikt. Það er svona tónlistavídeó. Og já, það var svona
það myndbandi kom út og Rúrik Gísla setti myndbanda sér í story á einhverju blæjubíl að hlusta á það Eftir HM Já, og þá einhvern veginn bústuðist líka spilandi sko. sem gett fyndum að pæla í að Rúrik Gísla geti haft áhrif á þú veist, bara með því að setja eitt lag Já, ég manlega fengum eitthvað svona skilabóð Já, frá bara fólki fullt, frá bara Chile. Rúrik Chile bara Já, bara eitthvað, bara hvað svo lag Love C3PO, bara Já. hérna skilur Love from Chile, eitthvað, já Ég held líka að þið sé að koma inn á eins og held ég í öllu skipti sem að við höfum nefnt Clubbed Up í þessu podcasti þá það alltaf í tengslum við þessa svona techno-senu og við varum að ræða við Flóna núna daginn en mér finnst eins og fólk sé ennþá að snúsa hana sko. Ég held að það sé huge markaður fyrir þetta sko. Já Við ætlum ekki að setja okkur eina stefnu í tónlist Við ætlum ekki að vera raf tónlistar ekki bara electropop bara eilífur skilur Nei, okay. Við vorum til dæmis að gera hérna nýtt lag með Salsa Kommuninni og Ratio daginn Salsa Kommunun Já, það er bara hópur af háskólanumum og bara einhver fólki sem að vinna sem hittist bara og gerir salsa tónlist bara bongotrommur og trompet og allt fullt af dóti sko Right. Þeir sendur bara stemmur á Ratio og við gerum bara lag sem verður bara Clubbed Up við Salsa Kommunan feed Ratio og það er ekkit techno eða þú veist, það er ekkit electro afbríðisama er það ekki, Delhi er það ekki Little Homie er það eiginlega ekki sko en þessi 4 vinsælstu lögin okkar, C3PO, Drake, Clubbed Up og eins sem við vil, það er meira svona dúf sem að gefa kannski í skinn að maður ætti að einbytta því en þú veist, við ætlum aldrei að Nei, við finnum okkur ekkit eitthvað tilneita til að setja eitthvað límið á þetta Nei, gera einhverja Við erum bara að gera klúbba tónlist Já, bara gera einhverja skemmtilega tónlist Já, bara við förum í stúdíu og bara eftir hvernig okkur líður sko, bara gerum eitthvað en vissilega er skemmtilegt að gera eitthvað klúbba bangar bara út af við erum stemmingsmenn skilur og við fíla það skilur bara vera eitthvað í einhverju trillir stemmingu En mér finnst þess að kom svona bylgja af lögum sem voru vinsæl sem virka bæði fyrir klubbin og getur hlusta á æfingu líka Já Það var oft sem við fengum svona ég er alltaf að hlusta á þetta í spinning Já. Ég er alltaf að hlusta á þetta í Tabata eða eitthvað skilur bara eins og upp til hópa Já, svo það sé aftur Það er rosalegt lag Já, veist, fólk er að blasta því þetta er CrossFit Reykjavík á æfingu sko. Já, einmitt Bara eitthvað boost skilur Já. Eitthvað tempo harður bassi sko. Algjörlega Þetta er bara eitthvað svona energy, þetta er eitthvað svona orka maður svona, getur alveg glemt sér veist hvað Já. maður getur alveg týnt sér Hún er sjaldgæf sko Þessi orka er sjaldgæf sko Einmitt, þetta er svona það þetta er einhvern veginn þannig að maður getur alveg glemt sér í þessu bara úr inn á einhverju skemmtistað úr einhverju partíða ammali eitthvað en þú bara nærði einhvern veginn Já, en þú heyrið það líka ef þú fer í stúdíóið til dæmis bara til Ratio og þeir eru búin að undirbúa eitthvað beat sem er svoleiðis þá finnum maður alveg hvort það sé orka yfir því sem maður getur mögulega orðið eitthvað svona algjörlega, það er alveg bústlag Já, það er alveg hægt að klúra þessu sko þetta er já, það þarf einhvern veginn að smetla svolítið Eru þeir með tilbúin beat og þeir komið bara hlustið á það bara, geti gert eitthvað yfir þetta stundum Það er misjafnt stundum oft er það ekki þannig Oft mætum við bara og þú veist hittumst bara að tölu saman hvað er markmið, hvað er plönin skilur og þeir kannski eiga einhver beat sem að Þeir eru alltaf markmiðasetningu þú veist bara tala saman Já, skilur, bara að vera vinir skilur þetta er aldrei vinna beint sko, þetta er bara eitthvað flip stundum er þeir með eitthvað og við mætum og það endar í einhverju allt öðru skilur og þetta er alltaf bara þetta er stanslust einhvern veginn á hreyfingu sko. Aðalatriði er í þessu finnst mér ef þú ert að hitta pródúsana þína er að reyna að gera lag á hverju kvöldi út af því að ef þú gerir lag á hverju kvöldi þá kemur bara í ljós hvort það verði betra eða verra en eitthvað, þú ert allavega að gera eitthvað skilur þú ert að reyna að framlega ef þú gerir kannski 100 lög eða eitthvað þá verða vonandi 5 góð skilur það er bara pælingin í okkur sko því meira af lögum sem við gerum við eigum fullt af lögum sem að eru bara, þú veist við finnum ekki orkun á bakveðana skilur Herru, já, þið náttúrulega tókuð út lag Já, það gerum við Það er true Við tókuð það bara út af orkan í kringum hana var, þú veist, orkan í kringum lagi var bara ekki í takt við okkar dæmi Já, við bara vorum ekki alveg skinja þetta ég veit ekki, vorum ekki alveg feeling it sko Það var prank fyrir utan að þetta var alls er að prank Við tókum við upp og
þú veist, meira að segja eins og við vorum í stúdíónu við Byrni og hann söng inn á það Pussy Power. Í alveg? Já. En hann var ekkert í... Nei, hann var ekki í laginu Nei. og síðan var Flóni, hann var bara, ég elska þetta lag, hérna, setjið mig á það, skilurðu. Og þú veist, þetta var alveg svona, við vorum hérna, já, Pussy Power, þetta geðt lag eitthvað og eiginlega bara svona mínútunni sem þetta kom inn, þá voru við bara eitthvað, þú veist, Brynjar hataði þetta meir en allt, sko. Og ég var aldrei heldur að finna hérna orkuna á bak við það. Ég var búin að eiga samtal við Bergþór Másson daglega svona hérna alveg eitthvað skeið sko alveg, þú veist 2 vikur fyrir þetta bara, þetta release og ég var bara ég þóla ekki þetta lag sko. En við lærum líka að þessu sko. Ég sá til Begga bara, ég þóla ekki þetta lag bara, ég trú ekki að sem var að gefa út bara, og hérna og Beggi kom alltaf með punta bara, já, þetta er bara hluti af hérna, þessu lærdómsferli skilur hérna, allt þetta og þetta það er ekkert stress og hvað skilur, já og hérna, já, Beggi Más er náttúrulega bara pabbi minn en hérna nei, ég segi svona en segi svona þetta var þó en við lærum rosalega mikið að þessu út af því að þú veist við heldum að eins og þú varst að tala um á hann að pressan væri komin frá Clubtub að gefa eitthvað út hann við tókum bara næsta lag sem við áttum með eitthvað og gáðum við bara út skilur og þetta var bara, þú veist, þetta var eitthvað svo fake þetta var eitthvað svo mikið bara já, og svo tóku það út og ég fílaði það líka bara geð, sko, fólk tók mjög vel í það sko, að við hefum bara hérna veist, við vorum ekkert shamaður fyrir það skilur. Nei, fólk var bara lol, fólk var bara senda bara eitthvað geð við erum líka búin að senda 250 manns sem að bara senda okkur direct message bara, getur þið sendt Pussy Power bara einhverjir krakkar og eitthvað fólk skilur og þið sendið það bara frá það segir bara já, þannig að ef þið viljið fá það þá sendið þið bara direct message og það kemur mjög reglulega sko, bara með að fá það nokkru sinnum á dag og það var alls ekkert eitthvað skelvingin einu þetta lag sko, það bara vorum ekki alveg feeling it sko. Það var kannski hans meira vesen og það fóð mér mikið fyrir þessu lagi, maður gæti ekki opna Instagram á þess að þú veist, bara fyrstu 10 stories voru bara auglýst að þetta var að droppa en pæliði hvað þú veist allt sem er að gera og var þetta hvað þröskuldurinn er lágur inn í hennan bransa og allt það þú veist það var engin kostnaður við þetta þannig fattið, það var ekki búið að fara ykkur að herferð blötuútgáðan var ekki búin að útgáðfyrirtæki var ekki búið að þeir bara kipptuði út á Spotify og bara eins og Brynjar var að segja bara lol veist, búið pretty much sko, eina sem að var þú veist við borguðum Young Nazareth hérna fyrir að mixa þetta og mastera það var ekkert meira en það sko en líka bara þú veist að setja fordæmi fyrir því að ef að þú ert með eitthvað sem þú vilt ekki séð á netinu ekki vera hræddur um að eyða því skilur og setur út eitthvað lag og ert eitthvað tónlistamæður já, ég held að fólk hafa bara fíla líka að við vorum bara svona að halda í þetta eitthvað nakki og fuck viðhorf og já, fannst bara geggjað við höfum bara tekið út, fólk hefur ekkert eitthvað gert mikið af því í fortíðinni sko. Nei, ég held nefnilega ekki sko. Hversu geðt er að geta verið að bauka í ykkur svona bara með bestu vinnum sinum? Það er bara snilt, það er bara forréttindi, það er bara ég held að dreyma svo marga þetta sko. Já að hitta Brynjar og fíblast og nei, bara þú veist, þið bara byggu til eitthvað svona þing þú veist, ég fíla það svo mikið að vera einmitt, bara eitthvað tónlist sem þið fílið verið að gefa það út og hérna, þú veist, Bergþór vinnur ykkar og umbóðsmaðurinn ykkar og þú veist, það bara svona búið til eitthvað system í kringum þetta þú veist, ég held að það sé allir svona lúmst að leitast eftir eitthvað svona, hvort sem eru að vinna saman þú veist, í bara einhverju fyrirtæki eða bara saman á einhverjum lager eða hvað sem er, bara svona eitthvað stöf sem að bara heldur vinum saman og menn búa til eitthvað. Þetta er geðveik spurning og bara, þú veist, ómetanlegt sko. Já. Að fá að fíblast, fá bara að vera gera eitthvað sem manni finnst skemmtilegt og fyrir fólkið og alla, skilur for the people. Já, algjörlega og það er bara forréttindi að, þú veist, fá að vera upp á sviði skilur og spila fyrir eitthvað fólk það er vissulega þeim öllum að þakka okkar en maður bara er ótrúlega þakkláttur líka að fá að hafa þetta sem vinnur bara eitthvað. Já, algjörlega, þetta er skemmtilegst að þú veist, ég er spenntur að vinna, þegar það er eitthvað að gera þá er það miklu skemmtilegar en þegar það er ekkert að gera skilur. Já, klálega. Eins og bara að fara, þú veist, í einhver útvarpsviðtöl eða podcast eða þú veist stúdíó eða gera eitthvað, það er bara er geðveikt. Ég vil að það sé bara einhver fundur með einhverjum gaur, skilur. Eða hitta bókaran. Mér langar bara að gera það og þetta er bara
spennandi, skemmtilegt skilur, þetta er bara það sem að og ég held líka, þú veist, maður þarf líka bara, þú veist, að ákveða að maður ætla bara að hafa gaman að þessu öllu saman. Eða, þú veist, já, veistu hvað við, þú gætir alveg verið eitthvað hérna nöldra eitthvað og kvart eitthvað yfir að þurfir að hérna vera, þú veist, að beggir að íta á mig eitthvað sér að, þú veist, virkari á Instagram eða eitthvað hann eitthvað, þú veist, maður verður bara ákveða að hafa bara gaman að þessu skilur og Já. hérna, þú veist, já, það er mikilvægast sko. já, og alltaf þessi klísja, ef að þú fílar þetta sjálfur þá eru góða líkur á því að einhverju aðri fíla þetta skilur. Ef að þú hefur trú á þessu sjálfur þá mun einhverju aðri líka fíla þetta skilur. Og ef að þetta er gott þá er þetta gott skilur. Það myndu pottet einhverju segja að það væri erfitt að komast inn í þennan bransa skilur. Þú ert bara einhver strákur eða stelpa sem vil gefa tónlist skilur og þekkir ekki einhverja rétta baklandi. Málið er bara, ef þetta er gott þá er þetta gott. Það finnur sér alltaf leið. Við markaðsettum Dóta okkur ekki neitt sko. Það varð bara stórt út af því að það er gott. Okkur finnst það líka gott, skilur. Já, algjörlega. Það var alveg klikkað að sjá hvernig þetta fór af stað. Út af það var einmitt ekkert eitthvað svona massíft push ykkar megin. Þetta var svona, það var allir bara eitthvað svona að tala um þetta. Bara, ég var að rúla þessu. Þetta bara Twitter, Brynjar retweetaði, það var eina tweet hans, þú veist, tókst comeback. það er rétt. Bara retweetaði tweetinu mínu, við settum bara held í báðar á Instagram, hann setti fyrstu Instagram-myndinni sinni inn í 3 ár og ég setti inn hérna. Ég held að það var 4 ár, sko. Já, ég 4 ár. sett síðast 85 balli MS á 2014. Já. Droppaður Instagram líka? Já, aðeins setna samt heldur en Twitter held ég. Ég held að leiða ára á milli eitthvað, ég veit það ekki. En jú, ég droppaði á Instagram og var bara ekki alveg að Og gera síðan neitt bara- þar inni. Síðan setti ég þetta á Instagram og fólk bara byrjaði að hlusta. Já, pæliði líka hvað vegurinn er, eða hvað er stutt á milli, þú veist, síðan er bara næsta lag og þá er Aron Kahn kominn á það. Bara geðveiki sko, þú veist. Það er ekki líka bara, þú veist, þið þekkið alveg þessa stráka og eins og þú veist tala um með flóna og svona, bara Já. að, þú veist, Jú, þú veist. horfa hann gera þetta og hugsa Já. bara, ég lít nú að geta þetta. Já maður þekkir fullt af þessum strákum, þú veist, ég var með Gauk bara í Vesturbæskóla og Hagaskóla, GKR Já. og líka bara, þú veist, að sjá þannig talent koma upp skiluru og Frikka Róberts skiluru og Egill Ástráðs er inn í þessu og maður er svona horfir í kringum sig og einhvern veginn bara, þú veist, þeir eru allar að gera eitthvað skemmtilegt og mér langar líka að gera það. Birnir Huginn Birnir Huginn, þú veist, þetta er gæður hans hverfi skiluru sem hann þekkti. Já, ég, Huginn, Aron Can og Bríett vorum öll saman í grunnskóla. En hérna, já, ég og Huginn hérna förum mjög langt aftur en ég man hérna, hann var að segja mér að hann langaði að gera tónlist eitthvað tíma þegar við vorum að sækja pizza eitthvað í Dominos Skeifuna eitthvað. En maður hefur séð þetta einhvern veginn hjá, það er svo margir vinum hans búinir að vera að gera eitthvað creative og maður á marga bara svona inspiring vini. Það er svo gott bara að geta hort á svona sérstaklega fólk sem að þekkir og veit hvernig virkar og hugsa, ekki bara eitthvað ef að þau geta þetta þá get ég þetta. Já. Heldur bara að sækja innblástur í þau, skilur. Já, en mér finnst þetta svo með þetta, mér finnst þetta vera svo margir sem maður þekkir sem er að gera, þú veist, ég ætla ekki að segja að gera góða hluti en þeim langar að vera að gera góða hluti en bara fá sig ekki til þess. Já. Þetta er bara eins og eftir að ég byrjaði að gera podcastið, bara hvað var margir sem ég hef aldrei grunað sem voru að koma upp á mér bara svona, já, ég var endar búin að, þú veist, kaupa mikrofón og var að pæli að fara að hendi í þetta, ég bara, þú veist, fjöldin af fólki sem er að pæli að gera eitthvað svona. Algjörlega, og eins og með plötun okkar Juice Menu, við ætlum að skýra hana bara 360 no-scope út af það annarkvort hittir þetta eða ekki, skilur. Já. Og þetta var bara, þetta er svona dótinn sem þú útskýra hvað 360 no-scope þýðir og að hitta eða ekki. Já, við hérna, þú veist, spilum mikið tölvuleiki og 360 no-scope er basically þú ert með sniper sem er svona stór riffil. Já, sem er með svona kíki á. Já. Og þú hoppa bara í ring. Lítur ekki kíkin. Nei, lítur ekki kíkin, skýtur bara til loftið og þú ert bara, það er svona 0,1% líkur á hittir í hausin. 360 er bara út að það eru 360 gráður ring. Okay. Þú hoppar í heila ring og skýtur eitthvað út í loftið. Þú getur ímyndað að það er litla líkur á hittir eitthvað. Það var svona pælingin af hverju við vildum skýra plötuna 360 no-scope er bara það, við vissum ekkert, skilur, við vissum bara við fíluðum þetta. Já. Og við bara eitthvað, þú veist. Við vildum ekki vera, þú veist, við vildum ekki vera gaurnir sem að síðan kemur eitthvað annað dót. Nei, og ég meina ég er með plötu heima, sko, þú veist, gaur. Já, ég held líka bara, þú veist,
Do it, maður. Já, og ég held líka, úst, það er svo langt síðan ég og Aron byrjaði með eitthvað fíblast með myndavél og taka upp eitthvað rugleika bara í 12 og eitthvað, við vorum bara eitthvað, vorum bara allan daginn að fara bara að gefa þetta út, við vorum hérna sérstaklega eftir prófin sko í HR, maður var bara orðin zombie, þú veist við kláruðum plötuna rétt eftir önnina, þú veist, í fyrra já, í maí, skilur, þá voru við bara skólinn, bara sumarið að koma, getur ekki farið inn í eitthvað sumarið með eitthvað project. Ég held að sé svo ógeðslega mikilvægt að hafa eitthvað svona sem maður nennir ekki eins og skóla eða stundum, en maður er þannig að það kveikir svo harkalega undir því að maður gera eitthvað þegar maður loksins nær að klára það sko. Ég var alltaf í Vestló að, þú veist, gæti ekki beðið eftir sumrinu sem tók sem alltaf að koma mér í endurtektapróf sko, og þá var ég bara kraumandi bara, ég er mögulega að fara að droppa út eða, þú veist, ég negli mér í gegnum þetta og síðan þegar ég er búin með þessi próf þá er ég að fara, þú veist, gera þetta þegar ég fann það síðan, þú veist, út að ég fór ekki síðan frekar að nám, að þegar þú fær allan þann tíma sem ég langar í, þá er svona herra og kaupið það, kannski engin pressa, ég kannski bara chilla miklu þægilegra, en það er svona svo geggjað að, þú veist, þurfa að vera í skólanum. Ég segi að, þú veist, það er miklu meira þægindasón og þú vilt ekki verið þægindasón. Nei, þú veist, þegar þú byrjaðir með fyrsta þáttunum podcastinu, þú veist svona þannig, þú veist, þú varst að hoppa út í einhverja djúpa lög, skilur nákvæmlega eins bara með allt sem þú gerir í fyrsta skipti, skilur þú getur ekkert bara, þú veist, vera á einhverju lollinu að gera tónlist, þú veist, þú ert að leggja einhver ástríð og eitthvað hjarta í það og ég veit ekki, þú veist, allt sem þú gerir gerðu það vel. Nei, bara, þú veist, gerðu það bara ekki vera gaurinn sem sagði ég á mikrofónu og ætla að byrja að podcasta, skilur þú ákveðs ekki bara löngu búin að því. Nei, ángríns, og það er mynd, maður bara oft finnur ekki urgency fyrir því að bara, þú veist, einn daginn þá ert þú bara að pæla ykkur barni sem þú varst eignast sko. Það átt ekki að fara að gera þetta. Góð punktur. Ekki? Já, mjög góð punktur. Sammála. Algjörlega, bara, þú veist, the time is now. Gekja. Herru, ekki fara að kalla þetta gott hjá okkur eða? Ég held að liggur þér eitthvað á hjarta eða? Nei. Ég bara Vilt þú koma ádróða? Nei. Já, ég ætla bara Já, flexa myndinni í myndavélina. Þú erum líka komin á spólu, ég er ánægð með það. Spóla. Vaffa S. Yes. Já. Er hún hún er ekkert á þessari spólu? Nei, gaurinn í símanu sagði að þetta væri Saving Private Ryan. Og þetta er bara eitthvað, já, gamalt hulstur samt. Minnst það geðið samt. Hvenær, hvað þarf fólk að vita um þessa mynd? Sér hana í sjónvarpi Símons? Já, bara sjónar Símans Premium, þú getur horft á þetta í símanuðinum ef þú ert í símanum sko. Kemur út hvenær? 4. febrúar á mánudaginn. Já, mánudaginn næsta. Já, og þetta er bara þú veist, svona smá senur bara, þú veist, eins og Oktoberfest þegar við spilum þar og þú veist, þá voru bara 5.000 manns í ykkur pínulitlu tjaldi og fólk fyrir utan tjaldi líka hlusta bara skot frá því og viðtal við okkur og viðtal við fólk í senunni og fleira. Ég treysti að Vignir hafi kokkað upp eitthvað gott. Yes. Ég er nokkur svona hitt á hann þar sem hann þarf að drífa sig á okkur balla á, þú veist, Akranesi eða eitthvað. Strákarnir voru að fara að spila. Herru, ætlum við, talandi um Akranesi, ætlum við sjósundaður og fyrir á frumsýninguna? Já. Þú ert búin að segja það núna á upptöku? Jep. Geðvett. Ég hef ekki postað ykkur í story frá því og Jú. Það var gert eitthvað hella content í kringu það. Kannski tökum bara Vigni við og gerum bara YouTube-myndband. Við byrjar að vinna mynd 2. Ég ætlum að promóta hana hérna. Anna Avicii, þá hendi því mynd nummer 2. Já. Nei, ég er tíma Avicii sko. Já. Bara leiðilegt hvernig fór. Já, mjög. Já. Mjög leiðilegt. Það er ósammála því, eða? Nei, bara, þú veist. Bara too soon, bro. Nei maður, þú læraði memes, það er ekkert too soon sko. Nei, það er ekkert too soon. Ok. Herru, strákar. Takk hérlega fyrir að koma og til hamingju með myndin ykkar í alvörinni og líka bara ég er spenntur að heyra meira sko. Já. Ekki pressa en þú veist ég er mjög spenntur að sjá hvað átt klöpt upp fyrir líka með allar yfirlýsingar að þið fylgja ekki neinu genre eða neinu tónlistastefnu sko. Já, og við erum bara spenntir að gefa út meira og við erum líka spenntir að heyra meira frá okkur sjálfum, skiljum. Og það er geggjaðar staðar að vera á. Já. Bara ég get ekki beðið eftir að heyra hvað ég er að búið til núna. Já. Sko. En bara takk kærlega fyrir að fá okkur. Já, og við viljum nota tækifæri líka til að þakka Begga umboðsmanni Bergþór Másinni. Áfram Beggi. Ef það væri ekki fyrir hann þá væri við á götunni að gera ekki neitt sko. Hann er bara þá er þið reknur úr HR. Já, ángrið, þú veist við værum bara klöptum væri ekki neitt þegar það væri ekki fyrir Bergþór. Það er bara enda á þessu sko.
endum þetta á þessum fallega orðum Clubbed Up, Tvíegi, King President og Aron Kristinn. Já, sorry, það er bara, ég er ekki með þetta. Nei, ég veit. Takk fyrir komuna. Takk hérlega.